Þetta er Ævar vísindamaður og þú ert að hlusta á podcastið Tveir fellar. Góðan og blessan daginn og velkomin í nýjasta viðtalið af podcastinu Tveir fellar. Í dag erum við með frábæran gest, hann Ævar vísindamaður, Ævar Þór. Veit aldrei hvað að kalla þig. Bara Ævar. Ævar, já. Takk fyrir að koma. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Já, það er gaman að fá þig. Og mér langar að byrja bara að spyrja þig. Já. Svona, hvernig er að basically hafa platað þjóðina? Stórkostlegt. Ekki stórkostlegt? Múhaha. Og mér líður mjög vel með það. Það ekki? Jú. Nei, sko, jú. Plata, þetta er góð spurning, ég hef ekki fengið þessa spurning áður. Það var aldrei meiningin að plata neitt, sko. Ég held ég hafi nú ekki plata neitt, en þú veist, ég býð eftir að fá, sko, heiðursnafnbótuna frá Háskóla Íslands og þá get ég kalla mig alvöru vísindamann. Nú er ég meira svona áhuga vísindamaður og meira svona forvitin. En þetta er farið að gera samt, sko, að ég fer mikið í skóla að lesa, að það sé, ég gerir á fyrir að þú setja að vitna í vísindamann. Já, nákvæmlega. Núna er það farið að gerast að þegar ég fer í skóla að lesa, þá er oft einhver aftast sem réttur upp hönd og bara, herðu, eins og hann sé búin að fatta eitthvað sem engin annar er búin að fatta. Bara mjög smög, bara, sko. Og þá er mitt svona bendi á, jú vissulega, ég er ekki menntaður vísindamaður en fekk að vera vísindamaður í sjónvarpinu og útvarpinu, þannig að þetta er góð fyrsta spurning, þetta er alveg fara að hitna smá undir mig núna. Við ætlum að við garum, sko. Nákvæmlega, þetta er þannig viðtal. Ævar exposed. Nákvæmlega. Það er fréttina 1995, hérna þú varst eitthvað að gera eitthvað hérna. Nákvæmlega. Það er svona margir sem halda ennþá þú veist, að þú varst vísindamaður. Ég held það bara því að krakki, sko. Já, ég held það sem ekki. Já, sko, þetta var, hef alveg tjekkað á því hvort að vísindamaður sé til dæmis, sko, verndað starfsheiti, hvort ég megi ekki örugglega kalla með þetta og ég má það, sko, en uppalega að ég byrjaði stundin okkar, þá var þetta Ævar uppfinningamaður og ég veit ekki hvenær það breytist, það bara gerðist held ég óvart hjá einhverjum sem var að klippa þáttinn og var að gera svona spjald áður en þú veist, það var farið inn í innslagið. Já. Og ég var að finna einhverja gamla sketsa á stundinu okkar, ég var að reyna að setja eitthvað inn á YouTube eða eitthvað og þá sá ég bara, já, bara fyrstu skiptin var ég Ævar uppfinningamaður sem hljómar miklu betur, þú veist að Æ og U og og, þú veist, og sérhljóðarnir tala betur saman finnst mér að því, þú veist, ég skrifa bækur sem heita Þín eigin þjóðsaga, þú veist, ég vil alltaf harmonera allt svona, þannig að Ævar uppfinningamaður fyrir mig hljómar miklu betur, en ég var búin að steingleyma það sjálfur, sko, þannig að nei, en svo bara, þú veist hef ég alveg, ég veit að flestum er alveg sama en ég veit að þetta fer í taugarnar á einum og einum en það er alltaf leið. Það er, já, svona, ég get alveg skilið það, þú ert búin að vera mörg ára náður í gráðu og svo er eitthvað dúti í sjónvarpinu sem bara kalla sig þetta að þá alveg, ég skil það og ég virði það, þetta er bara eins og þegar þú veist, ég fer í 4 ára og mennta mig í að vera leikari en svo eru sumir sem að eru kannski bara með það mikla starfsreynslu að þeir geta kalla sig leikara, þannig að ég skil alveg að þú veist, þegar maður er búin að leggja tíma og vinnu í að mennta sig í einhverju að maður vil ekki að bara allir geti kalla sig það en að samanskapi að þá þú veist, vonandi ef þetta fyrir töðunar á einhverjum að þá sjáu þau þáttinu og sjáu að ég er að rauninni bara að sá svona forvitnisfræjum þannig að þú veist, og reyna að búa til fleiri vísindamenn og konur, það var svona upphaflega pælingin alltaf. En þú byrjar í útvarpi? Já, að því að ég hoppaði inn í þátt sem heit Leynifélagi sem var á Rás 1. Það var kona þar sem var að fara í fæðingarorlof og ég var í LHÍ í leiklistadeildinni á þeim tíma. Þá var sko framkomubann, það er ekki lengur. Og svo var því aflétt og þá hafði ég samband við þau upp á RÚV. Ég hafði verið í barnaútastætti áður, þurfti að hætta út af framkomubanninu og sagði bara, hei, ef ykkur vantar karakter inn í þáttinn þá er ég til í að gera eitthvað og líka bara með vantar pening basically og bara, þú veist, þetta er 2 tímar á viku og þetta er, þú veist, ég get borgað leiguna, allavega eitthvað af leigunni og önnur fyrir fæðingarorlof og það er vissu að mér og spurði mig hvort ég vildi koma í nokkra mánuði og ég hugsaði með mér, ég get verið vísindamaður af því ég þarf ekki að sýna hvað ég er að fara að gera og af því ég var á málabraut og svo er ég leikari og en ég hef alltaf verið úrslega forvitin og verið algjört nörd þannig að ég hugsaði með mér ég get notað svolítið svona fantasíútgáfuna af vísindum versus raunveruleikan og soðið saman eitthvað skemmtilegt úr því og svo er Björgvin Frans með stundin okkar á þeim tíma hann býður okkur að koma í heimsókn og þá þurfti ég að
búa til lúk á karakterin og ég hugsaði með mér að hann sést hvort þið bara einu sinni, þannig að ég ætla bara að vera með glerugum mín og ég ætla bara, þú veist, að rögla hans í hárinu, þetta var í gamla dag þegar ég var með hár og bara, þú veist, vera ég og nota nafni mitt og vera ekkert að dulbúa mig neitt. Svo einhvern veginn bara var Björgvin Frans og ég þekki hann ágætlega áður en þetta allt saman var og hann spurði hvort ég væri til að koma aftur og vera með bara svona regluleg vísinda innslög og mér varst það svo geggjað líka bara að fá að vera í sjónvarpinu og var og mikill áhugaður barnaefni og horfði náttúrulega stundin okkar í gamla daga og þannig að mér fannst það geggjað tækifæri, þannig að ég byrjaði bara svona hægt og rólega að fara bara í svona eitthvað mitt eigi háskólanám þú veist, ég vildi segja frá alvöru vísindum og ég vildi þetta alltaf rétt og það væri ekki hægt að hanga mig á því að ég var að kenna einhverja vitleysu, þannig að ég geri það í 4 ár og svo fæ ég og Eggert Gunnarsson sem var þá að leikstýra stundin okkar, vitum að Gói er að koma inn og Bjarni Bragi er að fara að leikstýra með honum, Bragi sem gerir sveppamyndirnar, þannig að Eggert er að fara að hætta með stundina og við fengum þá hugmynd, getur þessi karakter sem hingað til hefur bara verið í 3-4 mínútur í einu, getur hann haldið upp í heilli seríu, þannig við svona ég settist niður og byrjaði að spá, þú veist, hvað myndi ég vilja hafa í hverjum þætti og svo pitsuðu við því upp á RÚV og þau gá okkur eina seríu sem var urðu svo að 4 og bara gekk vonum framar og það var líka bara rosa gaman að einhvern veginn fá að bara, þú veist, ef þú ert með myndavél og þið hafur lent í þessu sjálfur, þú veist, þú einhvern veginn færið að fara inn allstaðar. Ég oft hugsað, sko, ef ég ætla einhvern tímann að ræna banka, þá ætla ég að vera með, sko, backup crew sem basically bara liðið með kamerur, þannig að ef það gengur ekki upp, þá get ég kallað í kamerukrú og bara, nei, við vorum bara að taka skets, þetta er alltaf læg, þannig að maður fara, þú veist, hitta fólk, þú veist, á degi 1 hitti ég Kára Stefánsson og það var bara halló og einhvern veginn við endum síðustu seríuna á því að ég fæ að heimsækja hraðalinn í CERN í Genf sem bara stærsta tilraun í heimi, liðið sem með, sko, þú veist 4 kílómetra langan hraðal og náðu að sjá hvað inn í atómi og hvað inn í því sem inn í atóminu og þú veist 100 metra onni í jörðinni og bara hægt að heimsækja það í janúar af því annars það geislavirkt og þeir slökkva á því og hreinsa það einu sinni á ári og það var einhvern veginn og þetta byrjaði að því ég sótt jobb hjá útvarpinu þannig að það alveg crazy en líka spilar inn í að ég hugsa ok, hvernig get ég þróað og gert þetta stærra og skemmtilegra fyrir mig og þess vegna og treyst bara á það að ef mér finnst þetta skemmtilegt og það alveg með bækurnar mínar, ef mér finnst þetta skemmtilegar þá ætla ég að treysta á öðrum finnst það en ef mér finnst það sem ég að gera leiðilegt þá þarf ég að laga þetta vegna þess að ég get ekki boðið einhverjum upp á eitthvað sem ég ekki sjálfur að fíla þannig að þetta var ógeðslega langt svar við stuttir spurningu. Já, ekki, hann að vera sko. Var ekki pínu erfitt samt að þú veist muna fullt af orðum og allir svona drasli þegar þú varst að taka upp? Já. Var þetta ekki eitthvað alveg svolítið flókið? Jú, en þá kemur sko forvinnan inn í og prompterinn og prompterinn fyrir þá sem ekki vita sem eru að hlusta það sem allir eru með þegar þið horfið á Boga Ágússon lesa fréttirnar, hann ekki búin að læra utan að á hverju kvöldi, hann með skjá fyrir framan sig sem að texti rúllar og hann stjórnar annarkvæmt með hendinni eða fótunum og þannig var það hjá okkur, við föttuðum á degi 1 í fyrstu seríu ég þarf prompter, þannig að fyrsti dagurinn fór eiginlega ekkert í tökur, við reyndum eitthvað að gera þetta þannig, ég var með, þú veist, fartölvu við hliðin á kamerunni, að þá alltaf leiti alltaf svona, þú veist, eins og ég var að tala við þig en horfa á öxlina þér, þannig að tókum heilan dag að redda prompter og þá bara gáttum við hlaðið öllin í Word og allur textin rúlar, en þá náttúrulega spilar inn í ég þarf að vera með, þú veist, búin að gera allan textan og passa hans í allur réttur og þar kemur inn, þú veist, Vísindavefurinn hjálpa brjálæðslega mikið við það og Sprengjukata og Sævar, Stjörnusævar þau sérstaklega Sprengjukata las yfir fyrstu seríurnar bara til að þetta væri allt saman úr hreinu og svo líka bara ég að pota í þú veist, fólk sem var í árgangi með mér í MA á sínum tíma því ég vissi bara, ok, Haukur er stjarnaliðsfræðingur, ég get sendt á hann hæ, þessi texti réttur, ok, þetta orðið vitlist hjá mér, nú ætla ég að laga það og áhorfundur eru mjög duglegir að láta mann vita ef maður gerir eitthvað vitlist já, og það alveg svona, maður fær meila sem eru mjög miskurtisir sumir eru bara, hæ, heyrðu, ég ætlaði bara að benda á og svo eru aðrir sem maður heyrir bara einhver hefur sko bara hellt upp á kaffi og sest niður og bara það verður svo geggið að senda þennan mail bara, og ég man, ég fekk senda nokkra maila því ég þýddi
Emperor Penguin sem keisaramörgæs en ekki kóngamörgæs eða öfugt, eins og heyrið þetta skiptir öllu máli en þá veit ég ef það verið að spotta svona lítil mistök þá hlýtur restin að vera í lagi þegar annars myndi ég fá að heyra það og þannig að ég hef alltaf reynd að passa að þetta sé allt saman rétt og líka bara tilraunirnar sem við erum að gera að við erum ekki feika þær og ef það er mistakast þá bara sýnum við þetta klúðraðist, ok, reynum þá að komast að því af hverju það klúðraðist og læra af því og stundum er búið að byggja heilan þátt upp í kringum einu tilraun og allt í hennu virkar hún ekki og þá er bara ok, shit, hvað er að gera núna því að bara, þetta er 1/8 af seríunni og við erum ekkert með fleiri tökudaga hvernig getum við einhvern veginn við ætlum að í loka seríunni þá var ég búin að sjá einhverja myndir af ég held hún hafa verið frá Íran það var listakona sem að tók föt og brúður og alls konar og fór í dauðahafið og festi þau einhvern veginn þannig að þau voru í dauðahafinu sem er brjálæðislega salt í kannski einhverja mánuði tók það svo upp úr og þá voru bara komnir bara svona saltskúltúrar ógeðslega flottir og bara saltið búið að bara fötin búin að drekka það í sig og þetta voru bara svo saltstittur þannig ég hugsaði með mér, ok, við gerum bara svona glerkassa með plexigleri fyllum hann af vatni ógeðslega miklu salti, fáum kötu með okkur til að reikna út hvað þarf mikið að salti til að búa til sömu skilir eins og í dauðahafinu þannig að það voru komið smá, þetta var þáttur starffræði þannig að við gátum, gert það og svo ætla ég bara að taka sloppin minn og dressið mitt bara alveg eins og setja onni og hafa það þar í 3 mánuði við tökum þetta upp í október, þáttunum fyrir ekki sýningu fyrir í mars, þannig að þá erum við komin með bara svona timelapse sem við getum bara séð tjekka reglulega á fötunum og séðu verða bara alveg steinrunnin og ég vildi gera tilraunina úti og leikstjórinn sem var þá komið nýr leikstjóri með síðustu seríuna sem heitir Gunnar hann sagði nei, höfum þetta inn á rúf og það var svona gósbrunnur ef þið hefði komið inn í rúf undir steganum þegar maður labba neyri sminkið og einhverju svona að því rúf var 50 að þá var búið að grafa upp einhverja gamla búninga úr einhverjum leikritum og eitthvað og setja þarna við fariðum þá svona aðeins til en vorum með þetta onni í þessum gósbrunni sem var tómur og svo bara erum við með brunaslöngu og erum að dæla onni og kaffivélarnar eru allar á efri hæðinni þannig að fólk voru svona aðeins að kíkja niður hvað vorum að gera og húsverðinni voru svona aðeins eitthvað og svo erum við bara nánast búin að fylla og ég veit ekki hvað það voru margir lítrar af vatni ógeðslega margir búin að vera að sprauta vatn á fullu í örgla hálftíma, klukkutíma byrjum að hella saltinu onni og allt í einu heyrist bara og svo bara springur kamerumæðurinn er svona nálægt þegar þetta gerist það kemur bara alda af vatni, salti og gleri bara yfir hann, yfir kötu og ég stóð hann upp og var að dæla og svo bara allt á floti og bara við sjáum, ok, það er í lagi með alla, það er enginn búin að fá gleri í sig síminn eyðilagðist til tökumanninum að það bara fór, vatn og salt í símann þannig að það þurfti að redda því og einhver rándýr vasareiknir hjá kötu og svo erum við bara búin að sjá, ok, það er í lagi með alla og svo lítum við svona upp og þá er bara svona röðin af rúfurum sem stendur fyrir ofan og eru bara bara svona slow clap eina slow clappi sem ég fengi á æfinni og allt á floti, þessir eldgömlu búningar voða verðmætir allir út í salti, hingað og við bara þurftum að fara að skúra og fólk var með að koma til mér og segja bara, herri þetta, þú getur ekki notað þetta og ég bara, nei, við notum þetta við þurfum að koma að staði hvað við gerðum vitlaust þannig að við fengum burðarþóls sérfræðing til okkar sem var einn af þeim sem hannaði hvalfjarðargöngin hann bara gerði tölvulíkan, teiknaði upp glerkúbulinn eða þarna kassan sem við vorum með og gæti bara sýnt okkur hér kemur hann brotnar hér af því að þrýstingurinn er mikill og þá fórum við að hugsa, ok, þetta er þáttur starffræði þessi tilraun klikkaði, hvernig getum við samt nota starffræði til að gera eitthvað svipað, þannig að við ákveðum að gera minni útgáfu af tilrauninni þannig að við, þá getum við komið deilingu inn í, þannig að í staðan fyrir að vera með risa og alvöru föt, þá tökum við bara Barbie sloppa, því hún var einhvern tíma læknir og notum það og gerum bara pínulitla útgáfu sem við getum bara geimt út í glugga, þannig að það var lokaða resultið og líka sýna það að það gera allir mistök þess vegna, þannig lærum við og í staðan fyrir að fela þannig það var líka svona eitt af þessu sem var svona pælingin hjá mér að segja alltaf satt frá og þannig líka að þegar ég klifur upp perlunum með rykksugum eða hjóla á reiðhjóli út í Viðey að þá get ég sagt ég gerði það í alvörunni, við feikuðum þetta ekki
að því að við sýnum líka mistökin. Þannig, svo hins vegar þegar við erum að, þú veist, eins og með vísindamann og konu dagsins, þá er það obviously green screen og við erum ekkert að reyna að fela það heldur. Það er mjög augljóslega, við erum ekkert farin einhvert inn í Árnastofnun til að taka eitthvað upp með gömlum bakgrunni. Þetta er bara chrome og green screen. Þannig að svona, og ég er mjög ánægður að hafa ákveðið það strax að einhvern veginn að vera svolítið hreinskilinn með að klúrast eitthvað og líka bara þetta á að vera rétt sem við segjum frá, að því að ef ég byrja að ljú einhverju innan gæsalappa að þá er svo erfitt að vita hvað er þá satt og hvað er ekki satt. Þannig að, og ég fann líka bara eftir fyrstu seríunu að þú veist, krakkar voru farnir að taka mark á því sem ég var að segja, þannig að það var bara svona ákveðin ekki pressa en bara ábyrgð sem að ég vildi, þú veist, standa undir. Þannig að já. Var ekki einhver bók með tilraunum frá því? Nei, var það Villi eða? Nei, það var bæði Villi og ég og Sævar og Villi með þess að gerðu eina bók saman um stjörnukerfið. Jú, ég gerði 2 svona tilraunabækur. Ég gerði glósubók Ævars vísindamanns, sem var svona rauð bók sem kom út 2011 þegar ég var ennþá í Stundin okkar, og svo gerði ég Umhverfis Íslandi 30 tilraunum sem kom út rétt áður en fyrsta þín eigin bókin kom út. Þannig að kom sama ár, sem var svona, þú getur ferðast Ísland og lært alls konar fróðuleik hér og þar Ísland, en líka einhvern veginn tilraun sem þú getur gert á hverjum stað sem tengist einhvern veginn inn í, og líka tilraunir sem þú getur sett af stað áður úr ferð sem eru tilbúin að þú kemur tilbaka, sem ég varst mjög sniðug hugmynd, af því að það er svo mörgum sem er svo leiðilegt að koma aftur heim, en ef það er tilraun sem býður eftir þér, að þá er það gaman. Þannig að það voru svona, 2 svona tilraunabækur, og svo einhvern veginn bara að því til að finna tilraunir í þessa tilraunabækur, þá pantaði ég örugglega, þú veist, 10-20 þannig bækur af Amazon, og þetta eru rosa oft sömu tilraunirnar í þessum bókum. Og einmitt eða þið skoði líka bara, þú veist, einmitt þessu bækurnar Svilla sem eru rosa flottar, og það er alveg einhverja tilraunir þar sem voru í bókunum mínum, bara að því að þú veist, þetta er svona tilraunir sem allir kunna, og svo aðra sem eru það ekki. Þannig að ég fann eftir 2 bækur var ég svona, ok, ég held ég sé búin að nota það sem mér finnst vera skemmtilegast, og líka mitt vil að gera þetta og gera þetta svo vel að ég held að ég fari þá bara og prófa að gera einhvern veginn öðruvísi bækur. Þannig að já. En þannig byrjar á þínu eigin bókum? Já, ég var sko, þín eigin þjóðsaga var búin, þú veist, var alveg 3 ára að skrifa hana eða eitthvað, og hún var búin að vera til alveg í smá tíma áður en hún kemur út. Þannig að þú veist, ég til dæmis senda hana inn í bókavölum barnana í forlæginu, og vann ekki að því að litli bróður minn vann það ár, helvitið á honum, já, nokkulega. Guðni Líndal Benediktsson heitir hann, og gerði bók sem heitir Ótrúlega ævintýri Ava, Leitin að blóði, eitthvað svo leys, og hann semst vann, og ég hef aldrei verið bæði sko, Já, bara skjálf. já, kom skilur sér. Nei, what the fuck? What? Má sjá. Er þetta sjálf þetta? Technical difficulties, Oh my god. Það er komið hérna fallegt fjalla hér að fyrir þá sem eru að hlusta á myndavélina. Spilur við 2, þessi er svona. Þetta kom það. Þetta var eitthvað. Er þið í sambandi það? Jú, það er í sambandi. Ég er ekki að væla sko. Nei, þetta er sambandi. Við erum að fokka upp Ólin Blóðnasir og myndinarslags. Hvað er þetta? Nei, erum góðir. Vel gert, takk að þessu einhver. Takk fyrir. We're back. Nice. Back in business. Þessi er alltaf annar rúlandi, þannig að það skiptir ekki máli. Já, þannig semst, hann semst vinnur, og ég hef sjaldan verið jafn ótrúlega stoltur og brjálaður á sama tíma. Ég var bara, mín bók er geðveik, af hverju vann hún ekki? Já. Þannig að en þá einmitt ég byrjaði að skrifa þessar fína einbækur, þannig að það svona tók bara svolítið yfir. Já. En í þáttunum, er það sprengugengið, er það líka bara leikarar? Nei, þau eru alvöru efnafræðingar og öll saman miklu klárar en ég, og þau sem sagt, málið er ég beðin að kynna
hvað heitir það, ekki háskóladeginum en það var eitthvað svona reisadagur sem var alltaf einu svona ári, hvort það var bara rannísdagur en eitthvað svoleiðis, niður í háskólabíói og þá var sprengjugengi með sýningar alltaf reglulega og alls konar vísindi í gangi og þegar ég var svona velta fyrir mér þeim möguleika hvort ég ætti að gera sér þætti Ævar vísindamann þegar ég var ennþá í stundur okkar þá var ég beðin að vera kynnir og ég sat þarna allan daginn og einmitt sá sprengjugengi í fyrsta skipti, sá þau sem að búa til kappakstursbílana, sá alls konar íslenskt hugvit og var einhvern veginn bara að ég var ekki alveg hvort að mér langaði að gera svolítið vísindaþættin sem myndi fókusa svolítið á íslenskt hugvit að því við erum eins og marga breska, bandaríska, norræna þætti sem eru ógeðslega flottir en það eru svo fáir þættir sem fókusa á að því við erum að gera ógeðslega margt og þarna sat ég út í sal og var bara jú, þetta er alveg sería, við getum alveg gert þetta og ef sprengjugengi til ég að koma í hvert þátt í nokkra mínútur, það var líka geggja og þau voru líka bara, þá talaði bara við Kötu og hún var mega til og og svo endurnýjast alltaf sprengjugengi einu svona á ári að því að þú veist þau eru að útskrifast og það var til dæmis strákur sem var með okkur á fyrsta ári eða hvort það var bara með mér í stundinu okkar hann fer svo út og lærir hvað heitir þetta á íslensku forensic science glæpa ef það er framið morð eða þú veist já, svona tekur DNA eitthvað já, og blóðferlafræði og eitthvað svoleiðis og hann manni hvort ég hefði sambandi við hann eða hvort að hann hefði sambandi við mig jú, ætlaði hann hefði ekki potaði mig og sagði mér sko hann er að útskrifast úr þessu væri þetta eitthvað sem hún væri til í að skoða í þáttunum og ég bara já þannig að ég fer í blóðbankan gef blóð, fæ sérstætt leyfi til að taka með heim, geimi það í ískápnum í græmyndiskúfunni nice. og fer svo á mánudegi við förum upp í toppstöðu í Elliðaárdalnum ég skvetti blóðinu yfir stól reyna að þrífa það svo kemur hann og sýnir mér nú bara helli ég eitthvað stöffi yfir og við sjáum hvað það var af því að hann er búin að læra þú veist, þannig að þá var hægt að nota þú veist, þekkinguna hans þú veist, og hann var búin að vera með okkur í gamla daga og svo var hann alltaf komin aftur og búin að læra eitthvað nýtt og til að sína okkur sem er mjög cool já. Og þannig að það voru svona alls konar það var líka mjög gaman þegar fólk var farið að sko, hafa samband við mig og segja hei, ég er að gera þetta, langa að koma að skoða þetta þannig að það var það tók svona 2 ár að einhvern veginn að það byrjaði að gerast þannig að já Hvernig gerir þú svo vísinda podcasti? Heyrðu, það var já, þetta, já, vísindavarpið það var, ég var með það í 2 ár held ég og það var sko, þetta var held ég þegar Magnús Geir tók við RÚV og þeim langaði að setja einhverja svona þegar KrakkaRÚV er einhvern veginn nýbyrjað já. Og þeim langaði að gera þættum tónlist og þættum vísindi og töluðu við Möggu Stínu hún gerði tónlistaþættina og töluðu svo við mig að gera mitt þætti vísindi og þar var ég svolítið að nota bæði, þú veist, gamalt efni úr þáttunum og bókunum sem er náttúrulega presentera allt öðruvísi að því að þú veist, þú ert ekki með mynd með en á móti kemur að þá getur þú leikið með tónlist og hljóð og eitthvað svoleiðis og svo einmitt að setja inn eitthvað nýtt efni eða þú veist og svo hægt og rólega þróist þættinni svolítið yfir í að vera bara viðtöl við vísindafólk og annað slíkt sko. En mér var skemmtilegra að gera þættina heldur en hlaðvarpsþættina en það var samt alveg gaman að gera podcastþættina líka sko. Og þeir eru náttúrulega upphæðlega voru þeir sem sko bara útastættir og ég þurfti alveg að vera bara hei, mig langar að þetta fari inn á podcast og það var svona, já, við veitum ekki alveg og nú fer allt á RÚV inn á podcast þannig að að ég er mjög kátur með það að það lifi enn að því að stundum dutt allir þættinir út og ég var að fá að pósta bara hverju þættinir ég nota þetta til að sopna eða barnið notar þetta til að sopna ertu með linka á þetta einhvers staðar og þannig ég er mjög ánægður, nú er þetta bara inni þannig ef einhver vill sopna rólega í nótt þá er það vísindavarp Ævars á öllum helstu hlaðvarpsveitum Já, þetta var með þess að ranka bara daginn sko bara eitthvað top 50 já, ok, þetta fór eitthvað á topp yes Þetta er postað fyrir bara langar lengur sko já, þetta er 2017 held ég sko Já, það er rosalega sko þetta er pre-covid sko Já, já, nú er allt pre-covid maður byrjar að tala um þetta svona allt er pre-covid og svo sem er eftir covid einmitt, það er svo ekki heimstyrjöld bara já, þetta er svolítið sko COVID-19 20 einmitt, nákvæmlega en þú varst alltaf góður í covid með lestur eða ekki þú varst að lesa eitthvað á livestream já, þegar svona mesta lockdownið var í gangi að þá svona þetta var tiltölulega nýbyrjað að þá, og enginn vissi hvað það var að þá sá ég að
Josh Gad sem segir röddin í Olaf í Frozen hann var að lesa á Twitter og Instagram sem sagt bara upp úr random barnabókum af því að krakkar elskar röddin hans sem úr Frozen og hann langar bara, hann var litla krakka sjálfur og hann hugsaði með sér að þetta getur verið sniðugt til að brjóta upp daginn hjá þeim sem eru bara læstir inni alltaf og mér fannst þetta svo sniðu hugmynd að ég hugsaði með mér ég verði að vera fyrstur að því einhver annar höfundur hérna heima á eftir að stökka á þetta og horfði sérstaklega í áttina að Gunnari Helgasyni ég ætla að vera undan Gunna hann áttur að gera þetta, ég ætla að vera undan honum og Bergrún Ardís, það er allir eftir að vera að gera þetta svo gerði þetta engin annar sem ég var rosa hissa á en ég las alveg 3 bækur eftir mig sem tók alveg 1,5 mánuð eitthvað svoleiðis og gerði það sirka bát einu svona dag nefnum helgar eða ef ég þurfti að vera að gera eitthvað annað og svo þegar það kom afturbylgja núna í haust að þá tók ég var að taka basically seríuna sem heitir Benskubri Gæfers vísindamanns þannig ég las Risalu Reykjavík, Vélmenn Ár og Gestur utan á geimnum og svo þegar kom bylgja númer 3 eða eitthvað að þá las ég Ofurhetjuvítina þannig að það er 1 bók eftir sem ég mun ekki lesa á netinu því að nú er þetta búið þannig að það var bara mér fannst þetta bara ég veit að margir skólar voru að nota þetta og margir foreldrar voru að nota þetta og líka einmitt hlusta fyrir svefnina þegar þetta fekk að lifa áfram og þú seifaðist inn á Facebook síðuna mína þó að þú gast ekki hort þegar þetta var live og fekk brjálæðislega mikið myndum frá krökkum ég á ennþá eftir að deila einhverju þeirra þannig að alveg ári setna eins og algjör auðli og viðbröðin voru bara æðisleg og ég lét bara vita inn á grúppum eins og það er mjög góð grúpa sem heitir Pappatips sem eru basically bara pappar að annarkvort mæla með einhverju eða spyrja ráða mjög falleg grúpa svona langa oftast og ég lét vita þar og bara já mér langaði bara að gera eitthvað að því að það voru einhvern veginn allir bara svolítið hræddir og engin vissi neitt hvað var í gangi og ég hugsaði með mér þetta er eitthvað sem ég get gert og líka, þetta var líka fínt fyrir mig að veita bara klukkan 1 er ég að lesa þannig að maður einhvern veginn hafði ástæðu til að skipuleika daginn sinni í kringum eitthvað af því að maður mátti eiginlega ekki fara út og einhvern veginn allt í rugli þannig að þetta virkaði alveg á báða bóa þannig að já hafa eitthvað purpose, nei já, neða bara 100% þannig að ég get ekki ímyndið mér hvernig það er eins og bara í Bandaríkjunum fólk sem var einhvern veginn bara inn í íbúðinu sinni í heilt ár á þess að fara út að því að þú veist jú. Ég var að brjála á 2 vikum þegar ég var alveg þetta er nefnilega sko að því til dæmis eins og núna ég veit ekki hvernig þátturinn fyrir loftið en núna helgina var náttúrulega öllu aflétt og það var eins og fólk hefði verið lokað inni í sko einu herbergi í mörg ár sem náttúrulega við erum búin að sleppa rosalega vel þannig að og allt í lagi að fólk sé að missa sig í góðu lagi en bara það er mjög fyndið það er við náttúrulega Íslendingar gerum allt 110% þannig að það náttúrulega þú veist það var bara maður var svo myndin eða bæ og það var bara eins og varu áramót sem ég skil alveg en svona þú veist en að samanskapi ég satt heima og horfði á þetta í fréttunum og var bara já en þú veist við erum samt búin að geta verið á djáminu það bara lokaði aðeins fyrr þannig að ok, ég skil alveg þú veist, já, ok, það er alltaf leið en við gerum allt, all in það er íslenska leiðin Fórstu út á djamin bara? Ég var beint út á djamin, nei, ég er með 2 ára bad þannig að ég fór bara snemma að sofa og vaknaði snemma þannig að en eins og ég segi, þetta hefur í rauninni ekkert haft þanniglega, grímur í búðum og þú veist, sem rithöfundur hefur það ekkert haft mikil áhrif á mig sem leikari er náttúrulega allt búið fyrir rugl og þú veist, og kona mín dansari, þú veist, þú getur ekki haldið 2 metra reglu mjög lengi að þú dansari þannig að þetta er búið að hafa alveg þannig auðvitað áhrifa en þú veist eins og segi, við erum búin að sleppa og rosalega vel miða við en þú veist, það þýðir ekki að þetta sé ekki búið að vera erfitt en þetta er bara svona, þú veist, við erum mjög heppin og eins og líka bara, við erum búin að aflétta öllu en þú veist, Ástralía er bara að læsa öllu aftur núna. Já, er ekki með þess að Bretland líka herða? Jú, og Bretland og þetta allt saman sko, þannig að við höfum það bara mjög gott. Bara helviti gott. Þannig að bara, já. Gána því. Nákvæmlega. Ég var að fatta að segja með livestreami hvað bækur var að lesa. Ég fatta hvað er með marga bækur. Ég var alveg búin að gleyma hana risaðlutoti. Já. Ég man alltaf að komst í skólana og lasta alltaf úr þeim. Já. Varst með þetta lestra og taka hana plaggatinn. Plaggatinn og það heim sko. Það var mjög góð plaggat sko. Photoshop sko.
Hvernig svindlaði smá hana miðunum? Já, það varst þú, já, einmitt, já. Það var Einar Ingi alltaf Við fullt af miðum Einmitt, það voru grunnsælega margir þannig, einmitt. Eitthvað bækur sem var ekki til og alltaf, veistu hvað. Þetta, já, maður ger alltaf ráð fyrir því að væri einhverjir sem var að gera eitthvað svo leiðis, en það var líka bara tröst, ég tristi bara að svona flestir væra. Það var svo geggja, tókst ekki sérst fólk að krakka úr því og settir í bækunar? Jú, ég dró 5 af handahófi úr þessum lestra miðapotti og þeir 5 urðu að persónum í hverju bók fyrir sig. Sumir urðu bara þau sjálf, en þú veist eins og í risalunum að þá var þú veist strákur frá Egilsstöðum sem ég breytti í grafmeðlu og einhver var vélmenni í vélmennaárásinni og einhverju voru geimverur og eitthvað svona, þannig að það bara, já, var rosa gaman og virkaði rosa vel og bara, já og bara, já, gerði það 5 ár í röð og einmitt 5 bækur í þeirri bókaröð, þannig að, já. Þú varst í LHÍ og kynntustu konuðinni, nei, hún var ekki í LHÍ. Nei, hún var ekki í LHÍ, hún var að læra dans í Brussel í skóla sem heitir Parts. Hún, sko, þegar ég að útskrifast þá eru hún og vinkonur hennar sem að heita Rósa Ómarsdóttir, Ásrún Magnúsdóttir og Berglind Festival. Hún dansari. No. Já. Og svo mín, Védís Gjertsdóttir, þær voru saman með danshóp og þær voru að setja upp sýningu, þær heita Hnoð, þessi hópur, og voru að setja upp sýningu sem að hét Snoð og voru að setja upp í kjallaranum í LHÍ. Þær 3 fyrir semst utan Védísi voru í LHÍ og það átti að vera atriði, þetta semst var dansverk það að fara til kvensjúkdómalæknis og var trillt dansverk, ógeðslega kúl og það var sena þar sem ein þeirra fór til kvensjúkdómalæknis og var greind með eitthvað, ég man ekki hvað það var, og það átti Stebbi Hilmars að koma inn og syngja ef ég ætti fleiri stundir, fleiri mínútur og eitthvað svona. Það hringdi í Stebba Hilmars og hann var upptekinn, þannig að þá heyrðu þær í mér og vissi að ég geti sungið og spurði hvort að ég væri til í að þykjast vera Stebbi Hilmars. Þannig að ég semst ráðinn inn til að vera Stebbi Hilmars í þessu dansverki og í miðju lagi, það er semst live hljómsveit á sviðinu og í miðju lagi þegar það er sóló þá opnast tjaldið og alvöru hestur teymdur inn á sviðið, ég fer á bak, klára lagið og ríð svo út á sviðinu og þannig kynnumst við. Love at first sight. Það var bara mjög góð saga. Oh my god, hann er hesti. Ég var samt skilur með hjálm og eitthvað því ég er alin upp í sveit og ég veit að ef hestur er mjög nálagt trommusetti og er ekki vanur því að þá er betra að vera með hjálm, þannig að þetta var ekki eins töff að það hljómar en sagan er samt góð. Jú. Það var spotlight og var spera ofan og... Nákvæmlega, klárlega. Ég var ekki í skærgrænni skyrtu, alls ekki. Og svo er til vísinda tónleikar Ævars. Já, heyrðu, ég er nefnilega vinn svolítið út frá þeirri reglu sem ég heyrði einhvern tímann Gíslaörn í Vesturporti tala að Vesturporti var spurt sko, hvernig fenguðu Nick Cave til að gera tónlistina í leikritunum ykkar? Og þau voru bara, við spurðum hann bara sem er svo gott svar bara, við bara sendum hann mail. Hann segir þá bara nei. Já. Þannig að ég var einhvern veginn að vinna nýr Þjóðleikhúsi og allt í hennu fekk ég hugmynd bara hei, ég ætti að tjekka á Sinfo ef þeir langar að gera tónleika eða eitthvað og þau sögðu bara já. Og sögðu bara við erum rosa skipulögð 2 ár cirka fram í tíman, þannig að ef þú ert laus eftir 2,5 ár þá erum við til og ég var bara, já, er það grínast og það urðu 2 tónleikar vísindatónleikar Ævars, það sem var svona lögð áhersla á svona vísindatengda tónlist, það er sér rosa mikið bara kvikmyndum og þú veist, það var Back to the Future og nú man ég ekki neitt alls konar tónlist allavega og stefið úr þáttunum og eitthvað svo leiðis og svo pitchaði ég strax ævintýratónleikum Ævars þar sem að var að tengja inn í, þú veist, þá vorum við með Jurassic Park og Ghostbusters og fyrir tónleikunum var líka Super Mario Bros. Þannig að ég sko var með gamla Nintendo 12 og við vörpuðum mér að spila Super Mario á meðan þau voru að spila stefið og og það var bara ógeðslega gaman og ég man sko þegar ég satt út í sal og það var fyrsta æfing og ég heyrði þau bara að spila, þú veist, Back to the Future stefið og Jurassic Park stefið, ég fór næst að grenja. Þetta var geggjað, þú ert með æðislega hljómsveit og bara fólk á heimsmælikvarða að spila einhvern veginn
þessi stóru flottu stef sem maður einhvern veginn, einmitt ævintýratónleikunum tóku Harry Potter stefið til dæmis þú veist að heyra það live einmitt, að það bara og á seinni tónleikunum að þá að því á fyrir tónleikunum vorum við rosa mikið að nota myndefni úr þáttunum til að styðja við tónlistina á seinni tónleikunum vorum við með hönnunastofu sem heitir Svart Design sem voru sem búin að animata alls konar dæmi þannig að til dæmis á meðan Potter var í gangi að þá vorum við með kortið hvað heitir það á íslensku? Já, á ensku það Murderers map Er það annað lifandi kortið? Já, lifandi kortið, við vorum með það og við vorum búin að merkja inn á þú veist, ég hljóp út af og þá birtist kortið og þá var bara Ævar og ég var að ferðast og svo var einhver að koma, þú veist, Snape var að koma og ég náði að fela mig einhvers staðar og svo, þú veist, létum við allt í einu Guðna Fossett að vera að koma labbandi, það stóð bara Guðna Fossetti og ég einhvern veginn svona tala eins við hann eða þú veist, og við gátum feikað sko líka gangin það sem allar ljósmynd eða það sem öll málverkin eru sem eru lifandi og eru að tala nema ég var í öllum málverkunum og var, þú veist, að horfa niður og skamma fyrir ofan og eitthvað svona, þannig að alls konar svona sem við gátum nota til að gera þetta meira lifandi og skemmtilegt og það virkaði rosa vel og einmitt Ghostbusters, ég pantaði eitthvað búning af Amazon þannig ég var með, þú veist, uppblásinn Proton Pack á bakinu, hlaupandum salin og láta alla öskra Ghostbusters á meðan Sinfo var að spila stefið úr Ghostbusters, þannig að alls konar svona sem var æðislegt og þau náttúrulega frábæra að vera til í þetta þannig að, já Gekka. Þú ert mikill Harry Potter fan. Já, varst í podcasti bara að tala um það? Herri, jú, ég á Krakkarúf þá voru við systkinin beðin að við erum öll miklir við erum 4 sko og við erum öll miklir Potter-hausar, aðalega yngsti bróður minn og systir mín, litla systir eru miklir Potter fans en ég sömulegis á sprota og svona Já, þú sagðir hann að allsbrotan hann Já, Elder Wand ánægður hvað þeir eru búin að vinna heimavinnun með þetta Hvenær horfður síðastu myndunar? Það er langt síðan að horfa myndunar okay. En ég er á leiðin að fara að lesa bækurnar aftur Mér langar að lesa bækurnar aftur sko Ég er Ég sko Já, ég er á leiðin að lesa bækurnar aftur af því það er of langt síðan það eru komin alveg 7-8 ár síðan en með myndirnar ég er meira þú veist, ég fílaðar mikið, mér finnst 3 vera best 3? Já, Azkaban? Já, af því það allt í hennu breyttist allt það fyrstu 2 voru mikið barnamyndir það kom hinn það var annar leikstöru Já, Chris Columbus hætti meira dark Já, og ég er ennþá mjög fúll yfir því að 4 sé ekki 2 myndir af því að það er sleppt svo rosalega mörgu og 3galdraleikarnir eru láttir það er vaðið svo mikið yfir allt þannig að því að þeir eru bara með 2,5 tíma eða eitthvað og þeir hittu akkurat, þeir voru bara aðeins svo seinir með myndirnar að því að á þessum tíma var ekki orðin hefðin að splitta myndum upp í margar já, en gera það náttúrulega við síðustu en já, þetta er svona þetta er, já, minnst 3, það er eitthvað 3 stílinn sem ég veist mjög skemmtilegt 3 finn, ég var þetta skítrættu Já, en það er örgulega það sem er að heilla mig sko. það er varúlfurinn og líka varúlfurinn sé svona mjór en ekki, Já, þetta er fokkin ógeðislegt sko. Já, nákvæmlega Ég sé þú þetta ennþá skítrættu þetta þegar yngri sko. Það er komið eitthvað svona flashback Þannig að já ég mist 3 best Það var eitthvað við varúlf það er sem mynd og svo var það í bókinni þinni þjósa Já það er eitthvað við ég er nýbúin að hlusta eitthvað podcast varúlfa og var einmitt svona, já ég þarf að fara að skrifa aftur ég er búin að skrifa svo mikið zombia þannig að ég þarf að setja varúlfa aftur inn einhver staðar Ég hlustaði að bókina en fyrstu hryllingsbækundar en fyrstu hryllilega stuttar Já Það var fínt sko, hlustaði bara vinninni Ok, geggjað Það var alveg gaman sko Já, þetta er svona, mér langaði að gera eitthvað svona aðeins öðruvísi og einmitt bara stutt og að fá að vera bara eins ógeðslegur og mér langaði til sko þannig að það var að því maður stundum aðeins að tempra niður sko maður vil ekki vera ógeðslegur en það er eitthvað við þannig bækur sem að nær mér allavega Varstu ekki að segja eitthvað, hvað var stiðsta sæðin í þessu, var það ekki eitthvað bara 2 setningar? Jú, 2 setningar Það var 2 það dó einu svona lítill strákur í rúminu mínu, ég veit það af því hann sagði mér það Já, þannig og ég reyndi sko að því að koma önnur bók núna í vor sem var framhald af þessari og ég reyndi að skrifa hrollvekju sem að áttu bara að vera 1 setning
og ég reyndi eins og ég gat af því að þessi var 2, ég var svona, ég þarf að minnka og eina, ég hugsaði lengi um þetta og það skásta sem ég datt í hug var meira ógeðslegt en hrollur sem það var einu sinni maður sem safnaði hóri og svo bara ekkert meira af því það alveg nógu ógeðslegt en svo var ég einhvern veginn, það passar ekki alveg inn í þessar bækur þannig að ég ákvað bara, nei, ég ætla ekki að reyna ef það kemur ekki, þá ætla ég ekki að ná því en þú veist, maður sem safnar hóri er alveg nógu hræðilegt samt sem maður Bara í krukku eða Já, það er líka bara, fyrsta spurning er hvernig Já, bara næsta spurning er why en þú veist, það er mjög eitthvað gaman að halda því óljósu Það er í Guinness, svona World of Records Stærsti hórboltinn Stærsti hórboltinn Já, bara sem til er Anskotin, ég held að allar var að tala ég sá eitthvað svona gæði sem var búin að safna ókslega miklu naflakuski Já, einmitt þetta er ógeðslegt maður En þetta er líka bara, já, og örgulega stoltur að þið sko Já Glæði vel stoltur að þið með plaggið upp á vegg og mynd Jésús, já Hvað ef það væri til í eitthvað svona heimsmet hvað myndir velja þér? Sko ég ætlaði einhvern tímann að ég var búin að sko hafa samband við Guinness að því mér langaði að reyna að setja að því 5. lestrarátaki var síðasta lestrarátakið og ég var eitthvað svona, það var svo geggi að við getum tengt einhvern veginn eitthvað heimsmetinn í þetta og það einhvern veginn gekk ekki, sko ég veit bara fá þau á staðinn til að meta einhverju 100 áskallar og þú þarft að, þú veist, borga fyrir þann sem er að koma og uppihald og eitthvað og það var bara ekkert budget fyrir því í þessu verkefni að því ég var að gera þetta allt sjálfur og líka þeir eru hættir að miða út frá höfðatölu það var alltaf þannig, en núna er það ekki lengur og við eigum svo auðvelt með að setja heimsmet miða við höfðatölu en núna þarftu bara að vera fleiri en, þú veist, ég prófaði að slá inn reading eða books eða eitthvað í Guinness og það var allt bara eitthvað svona, já, í Japan söfnuðust 300.000 manns inn í íþróttahöll og lásu upp átt á sama tíma og ég bara, neip við erum ekki frá nóttopa það Nei. þannig að en ég veit að einmitt í COVID að þá var Lilja mennta- og menningarmálaráðherra með átak sem að Gunni einmitt var mikið agitera fyrir og fleiri höfundar og meðalans ég sem hét lestu betur eða meira eða eitthvað og þá átti einmitt, mér skilst við höfum sett heimsmet en ég hef ennþá ekki séð það á vefsíðunni en það hlýtur að fara að koma en það er svolítið sem ég tjekka á því þannig það var eitthvað svona lestrartengt heimsmet sem var heima sko en ég væri til í að gera eitthvað svona eitthvað þannig, ég veit að Sprengjukata á heimsmet hún var semst með svona fílatanganum þegar við sem skýst svona upp úr og setti heimsmet í semst að ná mestri hæð á Var ekki Mark Roberts að slá það? Það getur verið, það er nokkur ár síðan hún setti það sko, setti það í Háskóla bíó held ég með þess að á svona rannýstegi þannig að sko já, ég veit ekki hvort það er búið að slá það en hún allavega átti það í eitthvað tíma Já Þau voru mjög mikið að leika með það í Ævar, það ekki? Jú, við kaffarðum Closet þarna á tímabili og vorum að, já, og það var líka bara svo gaman eftir því sem leið og seríurnar þá var Kata alltaf að koma með hugmyndir heifur með þetta efni og bara má ég panta þetta fyrir þættina og hún var með, þú veist, voru með eitthvað svona skeið eitthvað svona málm sem að leistist upp í heitu vatni Já. Þannig að, þú veist, hún sett hann í mót, bjóð tænilega sér til skeið en leið og þú hræðir í tegi þá gufaði hún upp og bara sökk á botnin og leistist upp bara þessu Terminator það var mjög cool og svo bara þurftum við að hella, þú veist, tegin í burtu og svo draslinu aftur onni í mótið og láta það já, mótast aftur alls, og líka það var í síðustu seríunni þá panta hún eitthvað svona rík sem er alveg bara sko ekstra þurrt, það er bara, þú veist, kanill á ekki séns í það og þú basically fylltir einmitt eitthvað svona krúsa vatni dustaðir því yfir og svo kannstu farið bara með hendina onni og þá var það bara eins og The Thing og Fantastic Four, þú veist og við þurftum alveg að passa okkur að vera ekki að andaði að okkur af því þetta fer í gegnum allt, þetta er svo pínulitla ragnir og óholt sko, þannig að alls konar svona stöf sem maður hefur fengið að gera sem manni datt ekki í huga maður myndi fá, þú veist, aðgang að eða leyfi til að gera, þannig að það er bara mjög gaman að gera eitthvað svona og vinna við þetta Ekki bara Já, ég ætla að segja eitt, en að ég var eins og í einhverju háskóladæmi sem krakki eða eitthvað drasli, það var svona að vera sína svona tilraunir og eitthvað bla bla og þú varst þar í sloppniðinum
Ok. Þú varst þannig Já, þú varst í stað, þú veist og ég var alveg svona ég var svona smá svona starstruck þetta er svona, hvað hann er inn þetta var í sjónvarpinu eitthvað svona og veist, maður alltaf held að væri alvöru vísindamaður, þú varst eitthvað að gramsa eitthvað að gera eitthvað vísindarast og eitthvað, maður var ekkert að maður fór ekkert upp að sko Nei, þú hefur alveg mátt það samt. Ég veit að maður svona nú að maður séð að æri vísindamann Já, nákvæmlega maður er gætt sagt það en hvernig er þá bara að vera svona þekktur á Íslandi? Það er bara oftast mjög næst. Það eru flestir mjög kurteisir og það er aðalega ef maður er að fara kannski niður í bæ eða út í hátíðir eða eitthvað svoleiðis sem að sko fullanda fólki þegar það kannski búið að fá sér aðeins er meira svona hrópa á mann meira heldur en börnin gera nokkuð tíman sem pínu fyndið en aldrei hef ennþá ekki lent í neinu vesenni sko. Crazy. Þannig að ekkert svoleið sko. Fæði mikið af símaötum eða örstuttum spurningum frá krökkum sem hringja. Það er ennþá svolítið þannig og ég veit að sko, mjög fyndið, ég veit að það verið að endur sína þættina að því að þá fer að fjölga þessum hringingum og það er svona kemur í bylgjum ég er svona, ok, þannig 3 búin að hringja mér þessari viku ok, það er greinlega verið að endur sína þættina og hvað er það að segja? Sko, sumir hringja bara öskra og það er bara svona black number það öskra bara? Já, bara og svo bara skella á þú veist, og er bara eitthvað, þú veist, og oftast eru það maður heyrir það eru nokkrir á sama tíma þú veist, þetta er greinlega vinir sem ákveða að hringja aðrir eru með eitthvað, heyrðu Ævar ég með langa að vita hvað er sólin langt í burtu þú veist, eitthvað svona, bara finna eitthvað afsökull að hringja já, nákvæmlega er þetta þú? en margir mjög næs og eru bara að spyrja eitthvað einu og svo bara takk og bæ, skilur og hringja svo ekkert aftur, þannig að já sumir gera þetta Er símanum einhvers þar? Já, já.is Já, bara uppsólis Já, ég minna, ef einhver vil ráða mig í vinnu þá vil ég að fólk getur náð í mig, sko það er líka það, sko Heitir Ævar vísindamaður á já.is? Nei, guðmugóður, ég heiti Ævar Þór Benediktsson leikar og rithöfundur, þannig að Ekki vísindamaður Það var sér síma, bara Ævar vísindamaður bara fyrir krakkana Þetta er business call Þetta er vinnudagurinn, hvað gerur þú? Ég svara í síman og svara spurningum Ef við tölum fram með Google alltaf Já, nákvæmlega Ertu búin að fara á hana, hvað er þetta? Þetta var í fréttum hana Boomerang Já, sem Björgun Fransa með Nei, það er nefnilega að tveit að koma á sama tíma sem er eins Mjög fyndið að Boomerang sem að einhverjar 2 konur með stelpur sem eru áhrifavaldar, held ég alveg örgulega What, Björgun Fransa ekki en Boomerang? Nei, svo er hann og önnur konu sem heitir Marja sem er einmitt umbóðsmaðurinn minn, hún er með umbóðsskrifstofu sem heitir Móðurskipið þau eru með eitthvað sem heitir stjörnuregn sem er ekki byrjað þetta er alveg sitt hvort hluturinn Og hvað er stjörnuregn? það er eins þetta er eins og cameo.com sem er þetta dæmi að þú getur fengið eitthvað frægan til að senda þér kveðju og það kostar eitthvað misst mikið eftir hver þú ert þannig að Boomerang sýnist mér rosa mikið vera tónlistafólk hún veit ég ekki neitt sko en ég er að spá hvort að stjörnuregn verður þá meira leikarar, I don't know en ég veit að þau sko hjá stjörnuregnin voru að auglýsa eftir fólki sem hefði áhuga að vera á skrá hjá þeim og meðan Boomerang er meira svona við erum með Birgittu, við erum með Ingo, við erum með þennan og hinn þannig að ég bara, veit ekki, en þetta var mjög fyndið þetta var alveg eiginlega kynnt, það var vika á milli þannig að þetta var legið í loftinu sko en bara frábært að hafa 2 þjónustur í gangi klárlega, þetta er mjög sniðið sko Já, skellum okkur spurningar þar Við erum farið spurningar frá hlustendum sem fengum, þetta er mestar spurningar sem við fengið Já, ég veit þetta, farlega margar Herðu, það byrjar bara fyrstu Ævar, hvenær ætlar að grafa upp hlutana sem þú gróst fyrir mörgum árum í einu þætturum hjá þér? Heyrðu, þetta er mjög góð spurning það fer bráðum að koma að því sko við semst vorum með svona tímahylki sem við settum alls konar hluti í, það voru krakkar sem að settu dót í tímahylkið og við ætlum að grafa það í 10 ár ég held að sé bara með þess að 10 ár á næsta eða þarnasta ári málið er, það er búið að grafa allt upp í kringum RÚV það eru komna blokkir sem voru ekki þarna þegar við vorum að grafa þetta onni í jörðinni þannig að þetta er tæknilega séð onni í jörðinni í þeim skilningi, þetta er nýri kjallari í RÚV af því að það bara, við þurftum að færa þetta af því að allt var tætt upp, þetta er ennþá læst en það er alveg spurning með að einmitt, opna þetta og skoða þetta og heyri krökkunum sem að
áttu Dota Noni sem eru núna orðnir bara komin fann að nálgast tvítugt og gera þá kannski eitthvað svona web exclusive eða eitthvað svoleiðis, það getur verið mjög gaman. Manstu hvað í þessu? Einhver setti sko tímakistuna eftir Andrasnæ, einhver setti einhver leikföng svo var eitthvað svona nei, ég man eiginlega ekki alveg hvað var það. Það er skemmtilegt. Já, ég hefði þetta að setja eitthvað svona, þú veist, eitthvað sem heitir migla ógeðslega mikið, bara svona rjóma osta samloku og svo bara 10 ánum setna bara eins og þannig að myndin hann Alien drasliði Já, ég endaði hann að loka síni já og ég var ógæslegt Það var ekki séð þessa myndina? Nei, ég hef ekki séð Góð mynd sko Erum næsta Hvað er þetta gamall? Ég er 36 ára þangað til desember, þá var ég 37 Já, það var í desember Já, 9. Sama dag á Björgvin Úff, og dýramlastæður dýraafmælisdagur, býtu bara nákvæmlega sama dag og sama ári og Steindi, við erum nákvæmlega gamlir, Steindi Junior já, upp á dag Sæll Bara bræði sko já, bara nánæst, kannski var með þess að bara svissað á okkur Það getur verið kannski, það væri mynd Það getur verið Kannski getur bara make-up þegar þú ert Steindi og svo já, nákvæmlega, sama maðurinn sko við erum saman nákvæmlega og aldrei sést á sama jú reyndar, ég var í einum sketsi á honum þannig að við tænlega séu höfum sést saman á Það er green screen nákvæmlega Ekkert annað split screen Got it Var þetta ekki pyrrandi sem það varst á bílpróf? Nei, þetta var aðalega perrandi upp á sko að komast inn á staði að því að ég var bara síðastur í mínum árgangi en það var hægt að breyta fjarkanum í ás með með því að kroppa og setja lært naglalakka yfir þannig að það var reynt að komast inn á staði að því ég leit út eins og ég var 5 ára þannig að ég var svona 25 ára þannig að þú veist, ég var ekki að fara að geta kjafta mig inn þannig að ég þurfti að vera með annarkvort fölsu skilríki eða ekki fölsu, svona aðeins búið fikti og en það gekk ekkit alltaf sko þannig að þetta var aðlega upp á það bílprófið það var allt í lagi en meira svona upp á að komast inn á skemmtistæðina og líka þegar maður var sko yngri að komast inn á myndir sem voru bannar enn 16 það var stundum það var ömulegt sko maður mætti eitthvað og svo bara herri, er þetta 16? Ég bara, nei, og svo fór maður bara hlæja og fór já, ég lendi í þessu þegar ég ætlaði á sko Independence Day 1 og ég var 11 ára á 12. ári, hún var bönnun 12 og mér var að vísa frá á meðan sko á meðan sko krakkar sem voru í bekknum fyrir neðan mig einhvern veginn komist inn á hana ég var berjálaður þannig að þetta er, og það situr ennþá í mér þannig, já svona er þetta desember sko Já, desember ekki Herru, hvaðan dregur hann innblástu fyrir skrifum hans? Heyrðu sko aðal innblásturinn fyrir mig er sko aðrar bækur eftir höfunda sem ég finnast góðir eða bíómyndir eða þættir sem að ég hugsa wow, ég væri til að skrifa eitthvað svona þannig að þú veist eins og ég horfði á þú veist ég er að horfa á Loka þættina núna Já, er það góður eða? ég finnst þetta mjög skemmtilega þannig að ég er eitthvað svona vá hvað ég væri til í að skrifa og leika í einhverju svona Þetta er nefnilega ekki, já þú veist ég vil ekki spila mikið en þetta er samt ekki Loka basically Nei, en þetta er bara heimurinn sem búið að búa til er eitthvað svona, ok, nice þetta er eitthvað allt öðruvísi og ég er forveit, líka WandaVision fannst mér mjög skemmtilegt að bara leika sem er formið og fikta einhverju svoleiðis og við vonandi í íslenskri kvikmyndagerð erum að færa eitthvað nær því að gera eitthvað meira að þessi pláss fyrir eitthvað meira heldur en eina stóra glæpaseríu á ári þó þær séu frábærar en það þarf að vera pláss fyrir alls konar og þess vegna er svo frábært að það sé að koma þú veist, litla seríur eins og venjulegt fólk og Júrógarðurinn og allt þetta þú veist, að það sé pláss fyrir alls konar ekki bara eina stóra seríu þó þær mig vissulega halda áfram og þær eru æðislegar en líka að sé mitt pláss fyrir litlu skrítnu þættina það sem er verið að prófa sig áfram og vinna með eitthvað allt annað dæmi þannig að svoleiðis kveikir í mér og einmitt líka bara að lesa höfundar sem ég fíla, þú veist Stephen King, Neil Gaiman alls konar svoleiðis, þá sit ég og hugsa mér langar að skrifa svona og svo líka innblásturinn getur oft verið bara þú átt að vera búin að skila nýju bókinni núna, hvar er hún og þá bara svona, shit, heyra, ok, ég þarf að skrifa Settur þú pressað? Já, ég set með því að tilkynna kannski ár fram í tíman já, næsta bók heitir þetta og ég veit ekkert hvað að gerast þú veist, til dæmis eins og núnum jólin er að koma þín í ráðgáta ég veit sirka hvað ekki gerist í henni ég á skilinu miðjan júlí ég er komin með, og í dag er þú veist, lók júní ég er komin með held í kannski 5 blaðsíður
þannig að bara en ég veit hún mun alveg koma og ég veit hún verður skemmtileg en svona skrifa ég bara, það er þetta kreatífa panik að, en þú veist þetta því líka það er óþólandi að vinna með mér þau upp í forlagi, þú veist, eru bara hvað er bókin, við þurfum að lesa hana yfir þannig að þú veist, ég er alltaf farin að koma út bara í nóvember því að prentpakkin þú veist, það er svona, það prentaði prentpökkum þannig að fyrstu bækurnar er að koma kannski í byrjun september, svo oktober, svo nóvember en þetta því líka náttúrulega að því að það er allt prentað erlendis að það þarf að vera meiri fyrirvari á öllu ef þetta væri alltaf að prenta heima sem er samt dýrara sem er ástæðan fyrir að þau gera það ekki að þá væri hægt að vinna meira með eitthvað svona vera kannski aðeins meira nær jólunum að skila af sér en auðvitað er sem allar best að skila sem fyrst af sér en þú veist, stundum er ég fram í tíman með hlutina en oftast er ég alveg á limminu með með það sem ég er að skrifa. Varstu svona skóla líka? Svona Nei klukkan 11 þetta skrifa 12 400 ára ekki Nei, ég var reynda frekar på þetta á hlutunum þá þetta er bara eitthvað sem að hefur þróast svona hægt og rólega í þessa átt núna. Ekki bara fínn innblástuð bara þessi öskundi krakkar Jú, svo er það líka, skilur fyrir utan húsið bara Hvað er bókin? Hvað er bókin? Bókin, nákvæmlega, einmitt þá kemur fyrir við hvað fekk hann hugmyndir á bókunum þín eigin sunnar? Þín eigin bækurnar eru byggðar á bókum sem heita Choose Your Own Adventures sem eru frá Bandaríkjunum sem eru svona það sem þú ræði hvað gerist það hefur ein svoleiðis bók verið þýdd yfir á íslensku sem er úr þeirri seríu sem ég vissi ekki fyrir en bara fyrir nokkrum árum að héti íslenskri þýðingu Þitt eða ævintýri og kom út 84 sem er árið sem ég fættist þannig að þetta er allt saman meant to be en svo voru, þú veist, ég las ykkur svona spæjarabók þegar ég var yngri þar sem að þú varst að leysa ráðgátun og það fór eftir í hvað þú valdir hver var vondikallin og eitthvað svoleiðis og þær voru oftast frekar stuttar og ekki mikið að myndum og þú bara svona last og svo bara saman búin þannig að einhvern tíman þegar ég var svona að byrja að skrifa að þá var ég inn í Nexus og rakst þar á bók sem hét Can You Survive the Zombie Apocalypse sem var basically bara sama form nema miklu lengri og þá fattaði ég, heyrðu, það er hægt að gera svona bók nema sagan er miklu meira juicy og þá einmitt settist ég niður og ég man ekkert okkur ég valdi þjóðsögurnar og þetta átti fyrst að heita Þorir þú í þjóðsögurnar svo breytst þetta einmitt í þín eigin og ég hugsa með mér bara, þú veist, það er gaman að taka heim sem við þekkjum og basically bara snúanum á kvolf og við getum þvælst fyrir og við getum skemmt ævintýrin sem við þekkjum og sögurnar Pínu að gera svona svo leik upp lott og það er svona blanda ævintýrum saman Já, nákvæmlega og svona sittu þú veist rauðöttu og hvað er þetta, mjallkvíti eitthvað saman og svona Algjörlega og það var svolítið pælingin að bara einmitt að fikta í sögun sem við þekkjum en svo í gegnum bækurnar því nú er þú veist 8. svona bókin að fara að koma út þegar ég er búin að skrifa hana það er að segja já, I know að til dæmis eins og í þínu tímaferðalagi eru við ekki að vinna með endilega sögur sem við þekkjum í þínu einn hrollvekju eru við ekki að vinna endilega með sögur sem við þekkjum og einmitt núna síðast þínu einn undirdjúp þá eru við bara að vinna með þú veist við höfum heyrt sæskrímsli en þú veist þetta er ekki eins og þegar þú í þjóðsögunni þegar þú hittir búkollu þú veist nákvæmlega hvernig sagan er og nú getur þú fara að fikta í henni þannig að þetta er búið að þróast svolítið og líka einmitt bara þú veist hvernig bækurnar virka og ég er alltaf á hverju ári að reyna að finna leið til að flækja þær meira og einhvern veginn þú veist þannig að þeir sem eru búin að lesa allar bækurnar sé ekki einhvern veginn, já hún er bara alveg svo hinnar og ég get að lofa því þín er ráðgáta verður allt öðruvísi heldur en hinnar því þetta er, þú veist þetta er ráðgáta já þetta er ráðgáta, nákvæmlega It's a mystery nákvæmlega Finnst þér ándjóks ekki erfitt að halda utanum þetta allt eða skipuð líka sko stundum, það er aðalega frústrerandi þegar maður er búin að skrifa, þú veist maður er búin að stoppa og maður er eitthvað hægri að vinstri, ok, ég ætla að skrifa vinstri leiðina og hún er geðveik og maður er bara eitthvað nice, svo allt í mann maður, shit, já, eftir já, ég þarf að mattsa, ég hugsa þetta stundum er svo lóð, það verða að vera jafn þung báðum megin, annars er balansinn í rugli í rauninni það erfiðasta sem ég fannst að skrifa var annars vegar þegar ég gerði sko, að ég gerði svona léttlestra bókaútgáfur af stóru bókunum ég gerði búkollu og þá voru svo margar leiðir sem bæði enduðu vel og voru pínu svipaðar og það var í fyrsta skipti sem ég þurfti að setjast niður bara með penna og blað og bara ok, ég þarf að teikna þetta upp og svo í þínum einn tölvuleik að því þá var ég að vinna með fótboltaborð að því ég var spurður rosa oft allar hvernig mann að gera þín einn fótbolti
ég hef engan áhuga á fótbolta, ég veit ekki fótbolta, ég færði á einn leik sem var reyndar geðveikur sem var hérna Ísland, þegar Ísland var að keppa í Rússlandi hérna fyrsti leikurinn þar á móti, hvað var það? Ekki Portugal, hérna Argentínu Já, einmitt. Og eftir þann leik var ég bara, ok, ég skil þetta núna en ég get ekki, bara hjartað mitt þolir ekki að upplifa þetta hverja einustu helgi þannig að ég ætla bara aldrei aftur að leik að þessi leikur var svo geðveikur. Er þetta ekki annað þegar hann er sver frá Messi? Jú, og bara, þú veist, þetta var bara vittleysa og þú veist, þetta fór 1-1 og þetta var bara allir brjála. Ég var rallus eftir þetta sko og einmitt, hérna talandi að vera frægur á Íslandi, kærasta mín var hérna heima því ég var í Rússlandi að því ég var búið að þýða þína einbækurnar þar og ég var að kynna þær og við fengum miða og hún fekk sko, hún var í einhverju fermingaveislu eða eitthvað og fekk, útskriftaveislu og fekk sko, það var einhver stelpa sem kom til hennar í veislun og sagði, þú ert að sjá hérna eitt snapp og þá var einhver sem satt nokkrum röðum fyrir aftan mig að taka snapp af mér sem ég vissi ekki að sem var bara Ævar vísindamaður að missa sig á leiknum og hún var bara, já, hérna kæristuðin er hérna í Rússlandi, það er stuð sem sagt þannig að hérna að það eru augu allstaðar en hérna já, en þú veist, fótboltaborðið var brjálæðislega erfitt að skrifa því ég veit ekkert um fótbolta þannig að það var, og líka það þarf alltaf að gera svo hratt þannig að þú bara ætlar að gefa boltan eða ætlar að halda áfram það er strax bara, ok, strax búið að klofna ok, nú eru fleira að koma á þig að því að þú ákvæmst að halda boltanum ætlar núna að gefa hann, þú veist, þannig að þetta var svo eða reyna að skora, þannig að það voru svo rosalega margar áttir sem að það borð fór í, þannig að þá þurfti ég mitt líka bara að setjast niður og bara teikna upp bara eins og eitthvað svona mjög skrítið fjölskyldutré bara, ok, hvert erum við að fara er ég að gleyma einhverju leið og so far hefur það ekki gerst og enn sem komið eru öll blaðsíðutöl sem vísa hvert þú átt að fara þau eru ennþá í lagi að því ef eitt er vitlaust að þá bara, þú veist, þarf að fara með limmiða inn í hverja einustu bók og líma yfir. Var ekki einhvað sem var eitthvað tæft, einhvern tímann? Jú, það var þinn einn tölvuleikur að því hún er langþykkust og það voru sko kvöldið áður hún fór í prentun fann ég 3 staði þar sem að vísaði bara inn í miðjan kabla einhvers staðar annar staðar þannig að ég var bara, ok, ég þarf að fara bara klukkan er 1, þetta fyrir prentinu fyrir máli ég ætla að fara yfir þetta einu svona enn til að triple checka að þetta sé örugglega í lagi að því bara annars er bókin ónýt og aðrir höfundar þurfa ekki að hafa ágjörð þessu þeir þurfa að spá í stafsynningunni ég bara mér get ekki verið meira sama, þetta verður að vera rétt þannig að hérna það er svona en að því sögðu, þetta er algjörlega eitthvað sem vandamál sem ég bý til sjálfur fyrir sjálf á mig að skrifa svona veisindisbækur þannig að hérna, en á móti kemur mér mjög gaman að skrifa, þú veist, að ég get skrifað 50 mismöndi enda og margir þeirra eru algjörlega hræðilegir og mér finnst mjög gaman að skrifa þannig enda þannig að hérna, já Þú getur líka að skrifa allt eða þú getur mjölkað þessa seríu ég gæti gert þetta það sem eftir er en málið er bara, ég er með nokkrar hugmyndir að öðrum bókum sem er langað til að skrifa þannig ég hef alltaf sagt að þín eigin bækurnar stóru yrðu 10 og litlu yrðu 20 ég er komin í bók 8 núna ég er samt meðalveg hugmyndir að nokkrum í viðbót ég var búin að ákveða sko á tímabili var ég að spá í að einhver pizza á mig að gera sko þína einu Eurovision og ég var eitthvað, ok, það er kannski eitthvað en svo fór ég að skoða bara og let, þú veist, lögfræðingur í Rithöfundasambandsins aðtuga, þú veist, má ég nota orðið Eurovision, það er okkur mjög gráu svæði, þá þarf þetta að fá leyfi og eitthvað, ég var eitthvað, ok, ómikið veginn burt með það, mér langar rosa að gera þín eigin bók sem gerist inn í líkamanum en þinn eigin líkami hljómar eins og kennslubók líffræði, þannig að það, ég þarf að finna rétta titilinn að því að, þú veist, mér langaði til og með ég vissi að mér langaði að gera bók sem gerðist neðansjávar í mörg ár en ég fann ekki rétta orðið og eitthvað þitt eigið neðansjávar ævintýri, það virkaði ekki og það var ekki fyrir ég var, þú veist, í ungbandasundi með strákinn minn að kennarinn sagði sko, ó, nú komaðu upp úr undirdjúbunum og ég bara, undirdjúp bara upp úr nákvæmlega, pabbi þarf að fara að vinna þannig að hérna að ef einhver er með hugmynd að þín eigin bók, eða semst titli á þín eigin bók sem getur gerst inn í líkamannum, ég hugsaði líka þín eigin heili sem getur svo farið niður í líkamann það er samt ekki alveg nógu gott þannig að titlinn þarf að vera einhvern veginn þannig að þú veist nákvæmlega, þú veist þín eigin undirdjúp, vitum og það kafbátur á kápunni, við vitum hvert við erum að fara þín er ágátt að við vitum að það er að fara að vera eitthvað spæjara eitthvað en svo er það kannski eitthvað meira Þetta svo getur geimferðala sko, jú, ég hugsaði með mér sko, einhvern tímann ætlaði ég að gera þína einn plánetu þannig að helmingurinn af bókinni væri þú að komast þangað og hinn helmingurinn væri hvað ætlar að gera þú ert komið þangað þannig að það er líka alveg eitthvað, það er geimkabli í þínum eigin
þínu einn tímaferðalagi þetta fara að renna allt saman þannig að mér langar að reyna að ná að covera öll svona genre, þú veist, við erum með hrollin, við erum með þjóðsögurnar, við erum með ævintýrin, þú veist, og þitt eða ævintýr og þín einn góðsaga hefðu getið verið 3 bækur af því að þú veist, ég þurfti svolítið bara að velja hvað er samt er ógeðslega þykar alveg bara sko, þín einn góðsaga var allt og þykk og þitt eða ævintýri, það var líka bara þegar komið ljós að þitt eða ævintýri varu 600 blaðsíður að þá var markaðsdeildin í forlæginu var bara, hvað er þetta að gera? Og ég var bara, Harry Potter 5, þetta er allt í lagi treystið börnunum, þau geta þetta en líka að því þú ert alltaf að fletta fram og tilbaka og það er líka svo gaman sem ég fattaði bara eftir á að krakkar sem kannski er ekkit rosalega góð að lesa en eru samt að leggja þessar bækur á sig að því að bókamerki getur verið hvar sem er í bókinu, þú veist ekkit hvort að þessi er búin að vera að lesa í skiluru 2 tíma eða 2 mánuði og það er líka svo gaman að þú getur verið að labba með þessa þykku bók eins og allir hinir þó þú sért ekki rosalega góður að lesa af því að þú ert alltaf að fletta fram og tilbaka þannig að það getur enginn sagt bara já, þú komið svo stutt af því það veit enginn hvað þú ert búin að lesa lengi af því að, þú ert að fletta fram og tilbaka þannig að það er líka svona, þú veist kostur við þessar bækur og líka bara krakkar að tala saman bara, ok, ég fann þessa leið, byrju, hvar varst þú? Ok, þú varst eitthvað alltaf, hvað gerir þú til að já, ég mani til því já, sæll en það er líka svo gaman af því að maður er ekkert kannski, þú veist mikið að tala um bækur, maður er miklu meira að tala um þætti og bíómyndir við vini sína heldur en kannski endilega bækur nema, þú veist, Potter eða eitthvað svoleiðis þannig að, eða Hunger Games, eða það þarf að vera eitthvað alveg svona spes bækur til að krakka sig að tala saman um þar en þannig getið þið fara að bera saman leiðir og sérstaklega ef ég næja fel eitthvað sem kannski bara örfáir fatta og finna að þá allt í einu bara býtu hvernig anskotanum fannstu þetta bara já, og meira sem með þinn einn tölvuleik það voru nokkri sem höfðu sko samband við mig til að spyrja mig hvernig kemst ég út úr fótboltaborðinu og mér finnst það svo geggjað af því að þetta er það sem maður gerði og gerir þegar maður festist eitthvað staðar í tölvuleik maður fyrir að googla leiðina hvernig kemst ég út sem er nákvæmlega það sem þau voru að hafa samband við mig út af til að komast út úr tölvuleiknum að komast út úr borðinu þannig að mér varst það svo geggjað líka bara mér tókst að búa til en að gera svolítið tölvuleik að því fólk er að festast sem er geggjað að því ég vildi flækja málin alveg ekstra mikið þannig að það var svona þú veist ég mitt þurfti að senda einhvern tímann bara á einhverja mömmu bara leiðbenningar ok, þú þarft að fara þarna, veldu blaðsíðu þetta farðu svo þangað, gerðu þetta ekki gera þetta, heldur hoppaði þarna yfir og gerðu svona, þá kemst út og bara ok, takk, ég er komin út þannig að, og það var líka svo cool að þau voru einhvern veginn ekki að svindla og reyna að fletti í gegnum bókin og finna staðin þess að þú klára fótboltaborðið þau vildu actually komast í gegnum borðið eins og með tölvuleik, þannig að þú veist það var mjög gaman og það skildi enda þannig já. Ég man hvað þetta var fyndið sko, alltaf í grunnskóla voru með svona lestrahefti já sem þú veist, þú ert að skrá blaðsviðtali einmitt, já það virkaði ekki alveg með þessa bók sko. Og mamma bara, shit, þetta kom með þessa bók það er ekki séns að ég sé að fara sko. Nei, það var bara að vera mínútur sem þú last ég hef heyrt hryllingssögur af fólki í heimalestri einmitt, sem hafa þurft að fylla út það var svona komur svona, einmitt, nákvæmlega ógeðslega mikið vesen það er bara, já, einmitt og talar um lóðir svona að hafa lóði þá var ég að hugsa eitthvað ímyndaði að þú er nýji Chris Pratt Íslands já og myndi verða óslega jacked eitthvað og bara leiki ykkur superhero movie eða eitthvað svona glæpamyndi eða eitthvað það væri hella að fyndi sko ég er að leika þú voru að hugsa með ég er bara já, sko ég er búin að vera að leika núna í vor og er að fara að leika er að klára tökur núna í júli á nýri glæpaseríu sem að verður frumsýnd jólin á Stöð 2 sem heitir Svörtusandar þess vegna er ég með svona mikið skegg núna hlaut að vera sko og Baldvin Seta sem gerði Vonastræti og alls konar annað mjög flott stöf Óró og fleiri, hann er semst að leikstýra og ég er að leika í því þannig að það get ekki lofa að ég verði Chris Pratt jacked en ég allavega er að leika í einhverju svona öðru, að því ég er náttúrulega mentað að leika líka þannig að það er búið að vera brjálæðislega gaman að gera eitthvað allt öðru í sig Ertu bera ofan í einhverju síni? Já Þetta er meistaraverk Exclusive Þetta er merkja sko Það hlýtur að vera eitthvað sko Það bara fölasti maður norðan Alpafjalla nákvæmlega Verður það að glæpa maður það? Ég má ekki segja neitt Ég er að leika löggu, ég get sagt það en ég má ekki segja neitt með sem er berað ofan ja, Óli Róa á strippstaði, betur hvað ég er ánægður að þú fór strax þangað það tala enginn um strippstað nema þú nei, ekki strippstað, ég get sagt það ok, þetta er spennandi já. Þetta tók uppeyju þetta viðtal allt í einu
yes Ég prediktaði hérna Þetta er alveg, algjörlega Vel gert, vel gert Chris Pratt bara lögga Jesus Kristi, að lesa þessu spurningana sem hefast Hvað finnst þið erfiðast að skrifa bækur? Þegar ég flæki hlutina ómikið fyrir sjálfum mér en til dæmis eins og núna með ráðgátuna ég er svolítið að flækja hana fyrir mér og þá gerist ekki neitt en ég held ég hafi fundið lykil í morgun þegar ég var að keyra með því að hugsa bara þetta er bara eins og allar hinnar og það var strax svona, já auðvitað sem segir sér sjálft en ég þurfti svolítið að komast þangað sjálfur þannig að þú veist já, það og líka mér þegar ég er búin að skrifa eina leið sem er geggjuð og veit shit, ég á eftir ég veit ekkert hvað gerast hérna megin hinum megin þannig að að það, já, það getur svolítið hægt á manni og flækt hlutina svolítið Já, hvernig var að leika í dagvættinni? ógeðslega gaman, geggjað ég var ennþá í skólanum það var sumar eftir þriðja bekk og það er hringt í mig, nei það er hringt í bekkjabróður minn og þegar einhvern veginn miðjan vetur og hann segi við mig, heyrðu Jöris, ég leik Daniel var að spyrja hvort það mætti fara númerið hjá þér eitthvað í sambandi við framhaldi af nætuvaktinni og ég var bara já og svo hringir Raggi Braga leikstjórinn í mig og spyr mig hvort ég sé til að koma í pröfu daginn eftir og ég segi bara já auðvitað og er með heilan dag að hugsa hvað þetta getur verið af því ég vissi ekkert að þeir var að fara frá bensinstöðinni ég var búin að ákveða haustum að mér já, ég geti verið kannski að leika bróður Daniels litla bróður Daniels sem kemur að vinna á stöð þú veist, ég var bara fann á stað hvað þetta væri En það vissi enginn að þetta var að fara á stöðinni Nei, þú veist, nei þetta var bara framhaldið að nætuvaktinni það var bara nætuvaktin sería 2 og svo einhvern veginn hitti ég þá og þeir pitcha á mig þessari hugmynd og þeir eru þarna allir að sem sagt Georg myndi hitta þarna strák í sveitinni sem hann er ægilega hrifinn af og þeir eru þau vinir og við bara spjöllum saman í svona klukkutíma og eftir það þá var bara, herri já, ertu ekki bara til í það? Og ég, þú veist, jú, auðvitað og þá var bara, herri, ok, við hittumst á laugardaginn og við ætlum að spinna saman og ég var bara svona, oh shit, ok þannig að á laugardeginum að þá hittust við og þannig verða þættindi til þeir vita, ok, í þessari senu erum við, þú veist, öll fjölskyldun út að borða, Georg kemur og Ólafur Ragnar finnst það skrítið og sjáum hvað gerist og þeir einhvern veginn búinir að vinna í heilt ár með sína karaktera þekkja þá fram og tilbaka ég ennþá að reyna að muna hvað minn bara heitir og einhvern veginn og líka vera þú veist, í sama herbyggi og þessi legend að einhvern veginn eiga að spinna á mótið þeim og það var bara geggjað og rosa gaman og ég mitt sá þetta bara þegar þetta kom út á sín tíma svo var verið að endur sín í COVID og ég var einhvern veginn ekkert búin að sjá þetta þannig síðan þá og það var mjög gaman að ég hef einhvern veginn ekkert viljað horfa á þetta þanniglega sko að mér fannst bara þú veist ég er mjög ánægður með þetta allt saman en það er bara einhvern veginn þú veist að horfa sjálfan sig sérstaklega þegar þú ert ekki að þú veist skrifa og klippa og sjá allt skiljunum sem Ævar vísindamann þá sé ég þetta allt frá byrjun alveg til loka en þarna þú veist sé ég þetta bara þegar þetta kemur í sjónvarpinu og það er bara þú veist það er bara öðruvísi það er ekkit verra eða betra það er bara öðruvísi og einhvern veginn bara þú veist ég var bara svona ég sá þetta sín tíma og var bara já, ok ég er ánægð með þetta svo þarf ég ekkit að sjá þetta neitt meira en það var mjög gaman að sjá þetta núna og það litla sem ég sá svona datt inn í senur hér og þar og ég fæ mjög oft sent þegar ég á ammæli að það er á YouTube þegar Georg Bjartfreðsson syngur hann á ammæli í dag þessi strákur við That's Amore sem er mjög gott sko og en það var bara ógeðslega gaman og allir rosa næs og bara og þeir þrír strákarnir æðislegir og ég mitt fann daginn að ég hafði verið með stafræna myndavél þetta er þú veist orðið 12 ára eða eitthvað og tók ógeðslega mikið myndum þannig ég fann basically kubbin og gat upplóta og fann helling af skemmtilegu myndum frá því við vorum að því voru svo duglegur að taka myndir þannig að það voru svo gaman að fá svona flashback á einhvern veginn sjá þetta allt saman og allir rosa bara næs við mig og mjög gaman að því svo eftir það var ég í 3-4 ár gaurinn úr dagvættinni svo allt í hennu breytist það í Ævar vísindamann þannig að það er mjög gaman að sjá í rauninni hvað kemur næst og það verður líklega Ævar vísindamann það sem eftir er en sjáum til eftir bera ofan Jack Chris Pratt seríuna þá náttúrulega ég held að það sé 9.000 sko en ándjóks þetta verður mjög flott sería Svörtusandar
Það var allir að segja, hver er vísindamaður? Þannig að gæðinu svörtusöndum nákvæmlega, Það er svona nákvæmlega. Ég er svo skrið Þú taka bíómynd með vísindamaður Það var pæling á tímabili Já, það var bíómynd. ætla að reyna að gera bíómynd en svo bara náðist það ekki alveg ég fann bara ekki alveg nógu góða sögu ég var alveg að reyna í smá tíma en svo einhvern veginn bara var það ekki úr því og mér langaði heldur ekki að gera eitthvað sem var ekki alveg nógu gott þannig að og svo bara var ég að skrifa svo mikið af bókum og það einhvern veginn svo bara þú veist, voru allt í liðin 2 ár og þátturinn ekki búin að vera í loftinu í 2 ár þó að væri verið að endur sínan þú veist, þannig að ég frekar hugsaði með mér langar frekar að skrifa þú veist, bíómyndur og þætti eitthvað sem að er kannski ekki Ævar vísindamaður heldur eitthvað annað, það getur alveg verið tengt barnaefni og ég get leikið því en þú veist, bara sem eitthvað annað þannig að mér finnst líka þú veist, eins og ég hætti með lestrarátaki eftir 5 ár það neytti mig til þess að hugsa ok, hvaða aðrar skemmtilega leiðir get ég fundið til að hvetja til lesturs og alveg sem að Ævar vísindamann ok, ég ætla að hætta með, þetta er að virka ég geti gert þetta forever eða ég get hætt núna og séð hvað ég þarf þá að láta mig detta í hug til að finna upp á einhverju nýju og mér finnst það pínu skemmtilegt líka að taka eitthvað sem ég veit og líka hætta með eitthvað áður en allir fá ógeð að við Íslendingar erum svolítið í því að bara ég ætla bara að vera þetta og ég ætla að gera þetta endalaust og bara að því að það virkar og það er náttúrulega rosalega mikið öryggi í því en það er líka gaman að fara út úr því comfort zone og sjá bara ok, nú hef ég ekki lengur þetta net nú verð ég að láta mig þetta eitthvað annað í hug og þá oft kemur eitthvað nýtt Mæðingar þá kom magaæfingar, nákvæmlega Ok, nú ætlum þú að róa þig Herri, næsta spurning Er vatn blautt? Er spurningin Er vatn blautt? Já Svona oftast, já Alltaf ekki Fín spurning Þetta er góð spurning Hver kom með þessu spurningu? Erum við nafnið með? Ég get sýnt þér að breyta þér Já, ok, ég bara með fullt af þeim Hefur einhvern tímann tilraun óhefnast illa? Varst til að segja okkur frá því hana? Já, það sko Já, bæði skápurinn sem sprakk líka við vorum með segulskó í seríu 2 og við vorum endalaust að fara eitthvað og þeir áttur semst að ná að halda mér á hvolfi og það var ekki að virka og við vorum alltaf bara fleiri segla endalaust að vesenast í þessu og þá við föttuðum að við þurftum að þykja sko stálið sem að við vorum að festa og það var bara svona ok, þetta voru margir tökudagar sem fóru ekki neitt veist, og ég hangaði á hvolfa detta okkur að kotta og eitthvað, þú veist, að reyna að fórum alltaf einhver staðar upp í Hafnarfjörð þar sem voru einhverjir gámar sem við máttum, þú veist, vera inn í rændum mörgum kottum úr kastljóssettinu sem var þá með einhvern kottum og settum á botnin og ég alltaf einhvern veginn passa mig að lenda ekki á hálsinum þetta væri svo auðalega leið til að slasa sig einhvern veginn, já, ég var að testa segulskóna mína bara, ok góður gamli nákvæmlega, en svo gekk það á endanum þannig að, en annars hefðu við reynt að gera eitthvað úr því akkur er þetta ekki að virka Og þú gæst svona labba? Nei, ég gætt hangið bara hangið? Já, af því þegar þið voru fastir, þá voru þið fastir þannig að, og ég með þá mitt niður í kjallara og það bara þarf að, ef maður ætlar að fara eitthvað með þá þá þarf maður að hafa þá vel mikið bil á milli því annars bara og það er sko hægara sagt en gert að losa því sundur þetta eru svona ofurseglar Ekki svona rafmaks? Nei, þetta eru kubbar þetta eru kubbar sem við fengum segulkubbar sem við fengum hjá gæja sem að vinna við það að búa til svona vindmyllur þannig að þetta er eitthvað svona mega, þetta er svona þykkir kubbar stórir þannig að þetta var, já en mjög gaman samt að hanga Mér langar svolítið að vita, þú veist, hvernig var preppi fyrir þætti? Var bara brainstorm bara af einhverju kjaftaði bara, eða svona einhver svona sko, brainstormi hjá, það var allt hjá mér þetta kom allt frá mér og basically sko árið áður en sería fyrir tökur er ég byrjaður að, þú veist Facebook hjálpaði rosa mikið til að því ég bara basically lækaði allar vísindasíður sem að ég gætt fundið og svo bara er ég með sér möppu í brásendum mínum sem er bara heitir bara Ævarvís þannig að allt sem ég sé og hugsa ok, þetta getur verið sniðut ég addaði því þangað inn svo bara, þú veist, það eru tökur í ágúst, svo kannski í mæ sest ég niður, grisja út þú veist, hvað getur við gert af þessu hvað er sniðugt, hvað getur verið skemmtilegt fyrir þáttinn og ég veit að í hvernig þætti er einn vísindamaður eða kona sem er langar að fjalla ég veit að mér langar að taka viðtöl við eitthvað ég veit að eitthvað er að gera í stúdíónu og ég veit að eitthvað er tilraunir einhvers staðar þannig að ég er með bara miðakerfi þannig að þú veist, gulir miðar eru stúdíóð grænir miðar eru tilraun þannig að og svo er ég bara með korktöflu og svo set ég bara upp miðana
og passa með að sé ekki þú veist, þáttur má ekki vera bara grænn, þú veist, það má ekki bara vera tilraunir, við þurfum að dreifa þeim yfir alla seríuna, megum ekki bara vera inn í stúdíónu og helst ekki 2 atriði í röð sem eru inn í stúdíónu, við þurfum þá að brjóta upp og svo þegar það komið að klippinu þá kannski var það eitthvað annarkvort miklu styttra eða lengra en við höfum planað, þannig að þá þarf að raða þessu upp á nýtt, en þetta basically byrjar á því að ég bara sé eitthvað sniðut stöf eða lesum eitthvað og hendi því í bookmark og seifa það þangað til og leifi því svolítið að malla. Hvernig kemur að því að þú fer að klifra upp perluna? Það voru breskir vísindaþættir sem hétu eitthvað svona, ekki Tick Tick Boom en þeir hétu eitthvað svona 1, 2 og nú eða eitthvað svona og þeir voru með gæja sem gerði þetta nema ég held að hann hafi pínu feikað þetta en ég vissi það ekki fyrir en eftir að við vorum búin að gera þetta í alvörunni, þannig að ég sá bara ok, þetta er svona og svo sendi ég bara vídeóið á smiðin upp í RÚV og aðalsmiður þarna sem heitir Atli og ég var bara, getum við gert þetta? Og hann bara, já, þetta er ekkert mál og ég, ok, þannig bara gerðu þetta. Þeir voru með eina tilraun sem mér langaði rosa mikið að gera, sem við fengum aldrei að gera, sem var að þeir voru með sko heilt teymi af hjólreiðaköppum sem að basically voru á fulla á hjóla og öll orkan frá þeim var tengd við hús, bara lítill bústæður við hliðina á þeim og það var bara þannig bara, já, mér langar að horfa sjónvarpið, ok, þá þurfa 4 að fara að hjóla núna í viðbót, af því að þú veist, við þurfum svona mikið rafmagn til að keyra sjónvarpið, eða ég ætla að poppa í örbylgjuofninum, ok, þá þurfa 5 að bætast við, af því að þú veist, við erum með kveikt hérna á sjónvarpinu, við erum með kveikt ljósinn og hérna, gleymdist að slökkun á baðið, þannig að ok, við þurfum hérna ennþá meira rafmagn og mér langaði að sýna í rauninni hvað rafmagn kostar mikla orku og við fórum á hittum fólk upp í háskóla og alls konar, ég og Eggert til að reyna að finna bara hver getur sýnt okkur þetta og gert þetta og hjálpað okkur í þessu og fengum alls þar þetta væri ekki hægt, þetta er alveg hægt en þetta bara kosta, já, og bara þátturinn var ekki með mikið budget og þú veist, svona þannig að við þurftum að sleppa þessari tilraun. Annað sem ég langaði alltaf að gera líka var sko, mér langaði að gera Christmas special, mér langaði að enda á því en við gerum það ekki núna. Það er ekki og mér langaði að sína sem sagt hvað eitt kerti getur gert mikinn skaða á stuttum tíma, þannig mér langaði basically að við myndum kveikja í bústað eða eitthvað svo leys, þannig að bara við setjum bara eitt kerti við eina jólaskreitingu og sjáum bara hvað er þetta lengi að fara í ruglið. Jólalegt, ha? Þannig að, nákvæmlega, hó það sé ekki krakkar. Nákvæmlega, en það var svolítið það, sko. Svo tilraun sem þú gerir og kemur tilbaka og svo bara, hvað er húsið mitt? Já, nákvæmlega. Þannig að það var svona, já, en eitthvað svona sem mistekst, það voru alveg svona einu og einu á milli, en við eiginlega, eins sem við gerðum, sem var falin myndavél og við sýndum það aldrei, það var, ég hafði séð myndband, einmitt dæmi með eitthvað sem ég addaði inn í bookmarks, það sem gæi var að ferðast heiminn og geispa og fólk var hann byrjaði að geispa og fólk alltaf bara alls staðar í kringum hann, þannig að það var sem verið að gera tilraun með hversu smitandi eru geispar, þannig að við basically, ég fór upp í Smáralind, gekk fram og tilbaka á efri hæðinni, við vorum með bestu linsu sem RÚV átti, þeir voru bara, þú veist, kameran var hjá H&M og ég var ekki staðar hjá Joe & the Juice og var bara labbað og geispa og í svona hálftíma eins og fáviti og það geispaði enginn þannig að það var bara eftir hálftíma voru bara, mér voru illt í kjálkanum, við skulum bara fara heim, þannig að það gekk ekki, en þannig að það var svona ein og ein sem virkaði ekki og ég vildi svo mikið að það hefði virkað, það hefði svo gaman. Ég held að sé samt meira svona að þetta gespi í alvörunni, það sem þetta meira einhvern veginn. Já, en ég var alveg farin að gespi í alvörunni, sko, okay. En þú veist, þetta var bara svona, þetta bara, já, gekk ekki. Kannski hefði það gengið á endanum, ég veit ekki. En svona, já. Auðveldasta vísindagrein. Já, hann er ekki vísindamaður. Auðveldasta vísindagreinin. Að vera með vísinda þátt í sjónvarpinu. Það er auðveldasta vísindagreinin. Að vera leikari. Nákvæmlega. Ég held, það fer algjörlega eftir, ég meina, fyrir suma er eðlisfræði brjálæðislega auðveld, fyrir aðra er hún það erfiðast í heimi. Já. Þannig að þetta er mjög persónubundið, en ég myndi segja auðveldasta og skemmtilegasta er að vera með öll vísindi í sjónvarpi. Ég ætla bara að gíska umhverfisfræði, sko. Ég held það sé samt ekki, ef þú hefur engan áhuga á henni, þá er það erfiðast í heimi að klára það nám. Þannig að þetta er bara svo mismundi, þetta er bara eins og fyrir suma er ekkert mál að fara upp á svið og halda ræðu eða vera með podcast, en fyrir aðra væri einhverju búin að vera andvaka í alla nótt að þurfa að fara að tala við, þú veist, Gísla Martin eftir einhverja daga á morgun, nákvæmlega. Það eru 2 viðtöl á morgun, það er hæ, veist hvað það er? Já. Og klán 10 og svo Gísla Martin klán 3. Ok. Flags of fate, sko. Er eitthvað barnefni sem þú telsetur ekki?
Já, það? einhvern já, þetta er svolítið aggressív spurning. Ég var að komast að því Segðu okkur. að það er búið að talsetja Space Jam 2 og ég var ekki beðin að koma í pröfu og ég er í alveg pínu svona nei, að því ég get náð þeim, summa þeim sko. Þannig að samaskapi að því nú á ég 2 ára strák sem að er fann að horfa actually á barnaðinni sem að ég er að talsetja, að ég finn hvað það er fínt þegar við finnum þætti sem ég er ekki í. En sko það að talsetja var eitt af því sem mér dreymdum að gera þegar ég var lítill. Þannig að sko þegar ég komst inn í að fara að gera það var the big moment. Ég bara draumur og líka það því nú er að koma sko bíómyndir endurgerðir á öllu því sem ég horfði á þegar ég var lítill. Þannig að ég er búinn að talsetja 2 strumpa, ég er búinn að talsetja skeggja í Scooby-Doo, ég er búinn að talsetja unga í DuckTales, ég er rap, ég er búinn að talsetja Michelangelo í Turtles, þú veist, bara checklistin af stöffi sem ég horfði á sem ég er núna búinn að fá að gera er alveg bara, þú veist, ég á eftir Tinna og eitthvað úr Space Jam. Þú getur alveg að tala fyrir Tinna. Ég reyndi það sko þegar myndin kom en það var ákveðuna utan að því að þeir sögðu, þetta er ekki barnamynd, við ætlum ekki að döbba þetta og svo bara floppaði hún út allt að því það var bara, er nú ensku? Nei, þá nennum við ekki að fara á hana. Já, það var svona góð mynd. Já, mjög fín mynd sko. Þannig en ég var það eru bara í rauninni 2 fyrirtæki sem talsetja á Íslandi, þannig ég var búin að heyri þeim báðum bara, eru þið með Tinna? Ok, þið látum bara vita að þið fáið Tinna. Ekki Sýrland, ekki? Sýrland og myndform. Já. Þannig já. Það hlýtur að fríkja að horfa á teiknumyndir og svo bara pappin að talsetja allt. Já, ég held að hann sé ekki ennþá farin að fatta það sko. Ekki. En hann nema í ykkur svona undirmeðvitund að því að hann oft fílar þætti það sem hann heyrir aðeins í mér. Þannig að það er ekki ég að neyðan til að horfa á, þú veist, Stóran og Smáan eða Korpasveit. Já, nákvæmlega. Sjá hvað ég syngi þetta vel. Það er en það er mjög fyndið að aðalega sko kona mín sem er meira svona, oh Jesus Christ, er þú í þessu líka en samt á næshátt. Þannig að jú, ég poppa þarna upp inn á milli. Hvað er besta tilraun sem þú gert? Ég held að klifur upp Perluna með Riksónum. Það var það síðasta sem við tókum upp fyrir fyrstu seríu. Þannig ef ég myndi hrynja niður þá vorum við allavega með seríu. Þannig að já, bara ein memory já, það var líka svo erfitt að því ég held að þetta snýrist allt sko upphandlegsvöðvana en þetta er spurningun sko nei, þetta er ekki sko bicepin, þetta er heldur það sem er á milli biceps og handar, hvað heitir þetta? Nú er einhver hlusta sem er bara, þetta heitir þetta þetta er forearm, ég veit ekki já, eitthvað svo leiðist, allavega þetta er það sko og ég var komin hálfa leið upp þegar ég bara gat ekki meira og svo allt í einu sko heyri ég eitthvað ævar og ég lítum öxl og þá er kærastinn komin sko og þetta var svona eins og í Rocky, það er bara já, maður myndi eitthvað, ég hugsa með mér nú fæ ég aukinn kraft og mun klára nei, ég var bara svo fluga á rúðu bara, ég get ekki meira og eftir 10 mínútur að horfa á mig, basically verið bara kirran flatan á glerinu var hún eitthvað ég ætla bara heim, þú rettaðir heim á þetta ég eitthvað, ok þannig en ég náði að komast upp og svo hálf hrundi niður og var sem betur fyrir í bandi og svo var sko gæi með okkur sem var frá skátunum sem var vanur ísklifrari og hann var eitthvað, maður prófa þetta og við eitthvað, ok, tökum það upp og hann bara zip upp og niður og ekkert mál og var það snöggur að ég íhugaði alvarlega að sína það ekki í þættinum en svo leiðu þið að fljóta með það til að sína að þetta var lægi meira hjá mér heldur búnaðinu. Þetta var þetta ekki einhvað ryksu, nei, hvað var þetta? 2 ryksur og þurfti þá ekki að slökkva, nei, hvernig var þetta gert? Þetta er sko svona krossviður með gati og þú setur basically sko barkan í gatið og stækkar sókflötin þannig að þú setur svona eins og hjóla hvað sem ekki pumpu heldur hjóla bara sem er innan í dekkinu á reiðhjólum meðfram svo ertu með svona eitthvað lítið unit sem þú tekur í og þá opnast og kemst loftinn og þá sogar það frá og svo leggur að, sleppir því og þá sogast það aftur og þú ert með sko band neðan úr því og ert með fótinn í því og þarft að stíga á sama tíma og þetta er dröllu erfitt, þetta er miklu erfitt en ég held að það er þannig að en þetta er líka, þetta er svo mikil tækni líka, þetta að vera sterkur á réttum stöðum en líka einmitt rétta tæknin og ég var með hvorugt þannig að slapp. Já, hvernig byrjaði ferillinn hans? Ferillinn minn byrjaði í útvarpi
áður ég kemst inn í LHÍ ég hluti af barnaþætti sem hét Vitin sem að ég sótt og þeir gáðu mér upptökutæki og sögðu þú mátt gera hvað sem og ég ákvaði að taka viðtal við hest þannig að ég fekk jobbi í gegnum það og svo kemst ég inn í LHÍ og í rauninni ferillin byrja, þú veist, ég vissi frá því ég var 5 ára með langaði að vera leikari þannig allt sem ég gerði stemdi að því og segja sögur að því ég var alveg að skrifa á þeim tíma og það að segja, þú veist, að vera leikari og skrifa sögur ég er að nota rosa oft sömu verkfærin á bara frá mismöndi hliðum, þetta eru svo að vera með hamar og bara ok, ég ætla ekki að nota hausinn, nú ætla ég að losa þannig að þetta helst alveg í hendur, ég er að segja sögur á báðum stöðum þannig að ferillin, byrjar í útvarpi, fer svo í leikhús ég er fastráðin leikar upp í Þjóðleikhúsi í 4 ár og svo bara tekur svolítið yfir bækurnar og Ævar vísindamaður þannig að ég hætti upp í húsi en hef samt skrifað 2 leikrit fyrir Þjóðleikhúsi síðan þá og mitt aðeins byrjar að leika aftur núna í sjónvarpi og svona þannig að yes. Hvað næst? Næst Eurovision næst þín aðgáta fyrir jólin Svörtusandar nákvæmlega jólin og svo að koma framhald af seríu sem ég léki í fyrra sem heitir Jarðarförin mín að koma framhald því? Já yes. enda og svona smá cliffhanger þannig að það semst heitir Brúðkaupið mitt og ég veit ekki ennþá hvort það laddi með eða ekki ég veit ekki hvort hann er lifandi þannig að ég byrjum tökur í ágúst þannig að ég þakka að vita það og það verður á sjónvarpi Símans held ég næstu páska held ég spennó þannig að það er það sem er næst ekki þú verður búin að sjá þessu en áttu börn já lítinn strák sem verður 30 ári í ágúst ok hvaða liði heldur með í ensku síðasta spurningin ok, góð spurning þetta kemur alltaf sko eins og ég sagði á þann ég veit ekkert fótbolta, horfi ég ekkert fótbolta en ég mjög oft spurði þessu í grunnskólum og þá spyr ég alltaf þann sem spyrir mig með hvaða lið á ég að halda þannig ég ætla að spyrja með hvaða lið á ég að halda Manjú, það sjálfsögðu þannig að ég er ekkert fótbolta sko nei, en leið og ég svaraði að því það er aldrei gott svara við þessari spurningu það er alveg sama hvað ég segi það var alltaf nokkri rosakátir restin verður brjáluð alveg sama með hvaða liði ég segist halda þannig að Manjú, þannig að annað kemur í ljós það heyri það hér hvernig er það með að ganga núna bara svona svo ég veit hvernig liðinu mínu gengur þeir eru ekki að spila núna það er ekki búið sísunni ok er bara svo latir, nefnir ekki að spila meira já, það er bara hætti allir nei, hvernig byrjar sísunni, ég veit ekki eitthvað svo mikið fótbolta nei, ok ég er meira handbolta gæði sko já sparka bolta, við veitum meir ekki meir, minna ekki já, það er sparki bolta ég veit hvað gæjar kom inn í liðin og svona við erum líka alltaf í þessu lið ef við erum alltaf í þessu leikana heiti Fantasy það situr fullt af köllum sem eru í ensku deildinni saman í lið það fá svona stig og það keppu aðra ef hann skoraði fann það sem ekki stig góð gafst þú út bók 12 ára, hvað er málum með það eiginlega? Herri, ég gaf út ánæður aftur með heimavinnuna ég gaf út tímarit þegar 12 ára ég lærði að skrifa á lyklaborð því ég er svo gamall þegar ég var í 7. bekk og við fengum 12 og ég gaf út, tímarit sem hétt Það er málið og gaf út 2 tölublöð af því og basically voru svona kaplar úr bókum sem ég fann skemmtilegar og ég tók við meðalans við Gunnar Helgason, hringdi hann og og bara svona hitt og þetta því mér varst eitthvað svo geggjað að geta prentað og texta sem ég hefði skrifað heftaðan saman og verið komin með með eitthvað þannig að þetta er komið 2 tímarit út af því og svo einhvern veginn 8,3 og þá var einhvern veginn interneti komið og allar, ég ætlaði að vera með kvikmyndafréttir og eitthvað og bara myndirna voru komnar út þannig að ég einhvern veginn svona þetta uppdatast hraðar heldur en ég næ að gera þetta þannig að internetið, þú ert 84 hvað er þá, ertu þá þetta ringir netið já, það var amma ringdi stundum bara það búið að vera að tala í 2 tíma ég laumast til að vera á netinu og ég eitthvað, síminn var bara ekki rétt á og eitthvað, mamma eitthvað ertu búin að vera á netinu í 2 tíma þannig að þá var ég mitt bara á tali heima hjá þér á meðan og netið ekkert svakalega gott sko, myndir hlóðust inn bara svona gugg frá toppinu og ég man einmitt, ég var ekkert að horfa á trailerin fyrir fyrstu X-Men myndina
og það byrjar á bara að kemur 20th Century Fox logoið þú veist, í 5 sekundur eitthvað og svo byrjar trailin og ég man að vera bara fyrsta klukkutíman bara alltaf ít og play og logoið fór alltaf aðeins lengra og hann var kannski, þú veist, 15 megabyte eða eitthvað, þetta var samt bara ógeðslega lengi hlaðast inn og núna náttúrulega bara í, þú veist, HD ekkert mál, þetta mjög fyndið hvað þetta búið að breytast hrætt. Já, mér líka bara svo fyndið þau síminn og það tengist inn í þú veist netið og stundum sko reyndi maður að tengjast og hann vildi ekki tengjast, maður vissi ekki á hverju, hann bara hringdi inn og svo kom svona eitthvað svona hljóð, og svo bara disconnect og maður eitthvað af hverju og stundum með mitt slitnaða, maður er búin að hlaða inn einhverju ógeðslega lengi og allt í einu bara slitnaði tengingin og maður þarf að hringja inn aftur og byrja upp á nýtt. Já. Þannig að þetta er mjög næs. Pabbi er alltaf að tala um þetta með tölvuleikinu sína eða svona á svona diskum. Já. Og alltaf þú veist inn og svo ef hann náðast ekki þá tökum úr inn og alveg bara var í marga klukkutíma bara og svo loksins að náðast að slökkt hann ekki á tölvunni bara hérna þú veist hann þurfti að slökka tölvunni bara alveg. Líka bara þegar tölvuleikirinn mitt kom á mörgum diskum það bara settu disk 2 í núna og maður eitthvað, þú veist, eins og maður sé að hlusta á spólu eða eitthvað gamla en spólur er náttúrulega úrelta líka en svona já, nei, þetta var mjög fyndið og eins og ég segi, búið að þróast mjög hratt þannig að þetta ekki ekki Þú ert líka búin að vera á Instagram síðan 2013 Já Þú með fárlega marga myndir í Instagram Ég var svona að reyna Já, ég byrjaði þegar ég byrjaði með þættina þá hugsaði með mér, ok, ég ætla að hafa Instagram til að bara svona behind the scenes að ég dyrka svoleiðis og svo líka bara tók þetta yfir til að þú veist, auglýsa bækurnar. Já. Og fyrir það sem er velta fyrir sér þá er það A.E.var Vis á Instagram follow, handy follow endilega. A.E. Já, svo nákvæmlega, maður heitir Ævar Þór í alþjóða samfélagi, þá er það ekki mjög gott einhvern veginn A.E.var Þór þú veist þannig að nei, og svo fór ég strax að nota einmitt hashtagið Ævar Vís, þannig að allt tengt Ævar Vísnamanni er undir sama hashtaginu. Cool. Þannig að en líka allt tengt Ævar Vís er þarna inni, þannig að þetta hvort þið er, þú veist, á sama staðnum. No. En já, nei, mér finnst Instagram og finnst Instagram mjög næs. Facebook er að breytast í eitthvað mjög skrítið dæmi núna og Facebook. Ég skil ekki TikTok. Þannig þú getur blóðið þú nefnilega skilur ekki TikTok, þú ert orðið það gammal. Já, ég er nefnilega orðið það gammal. Ég reyndi og ég var eitthvað að kíkja á það og ég skil ekki, að því ég á sko yngsti bróður minn er 17 ára hann er allinni, en hann er hvað lokkur? Já. Hvað er þið, 2004? Já. Þú bróðst um 2004? What? Nákvæmlega. Hvað er fólk eins og ungir eða? Nei, það bara var hent í eitt í login og ég er 20 árum eldri en hann, þannig að já það er bara fyrir að vinna já, sko, ég skil alveg að gaman fólk, sorry en skil ekki þessu viðtalið login eldra fólk skilur ekki TikTok og þetta er svo mikið bara kjaftaði því mér langar svo að skilja, ég mitt fekk sent í gær af TikTok sem var eitthvað brot af Dominic Monaghan úr Lord of the Rings að taka fake viðtal við Elijah Wood sem er mjög fyndið viðtal og ég mæli með og hann er þykist að vera þýskur blaðamaður nema þetta voru bara, þú veist þetta er af YouTube já, geggja fyndið, sko mjög fyndið, nema þetta voru svona 10 sekundur sem búið var að taka einhverja eina spurningu sem hann sagði og hláturinn frá Elijah Wood og hæja ógeðslega mikið á því þannig að það fór að hökta og svo þegar Elijah Wood fór að hlæja hækkaðist hljóðið ógeðslega mikið og varði eiginlega eins og öskur svo myndbandi búið og ég var bara að því mér í alvöru langar til að skilja ég skil ekki hvað þetta er eða, þú veist, en á móti kemur þú veist, Facebook eða YouTube eða Instagram þetta er allt rugl og Twitter sko, ég held líka alveg, fólk setur líka svona enga húmor eða svona sem er svona inn á vinagrúpa og er svona, þú veist, þetta er eitthvað svona inside joke sem þú veist, engin annar skilur nema einhvers 3 já, en ég var lengi vel líka að fatta Twitter því ég basically joinaði Twitter til að bara einhvern veginn followa celeb eitthvað stór út í heimi og svo tók það mig bara svona nokkur ára að fatta bara, já, ok, þetta er svona aggressív kaltæðinni og allir að reyna að vera fyndnar en næsti Twitter er náttúrulega líka bara til að drulli næsta mann já, og ég er eitthvað svona, á hverju erum við að gera það eða þú veist, það er bara ég myndi einhvern tímann prófa að setja eitthvað inn og fekk bara eitthvað svona ótrúlega aggressív komment og ég var bara, ok, ég ætla það bara að eyða mínu hérna og við skulum bara sleppa þessu ég bara, fuck it, það var bara þá sleipi ég þessu bara þannig að bara, láta mig í friði þannig að ég er svona ennþá að reyna en ég ger mig greið fyrir að það er svona margt ógeðslega skemmtilegt á TikTok, þannig að ég er alltaf forvitin, maður alltaf sér þú veist,
mjög góð TikTok-vídeó á Twitter eða Instagram eða eitthvað svoleiðis að fólk að setja á aðra staði þannig ég sérstaklega í gær eftir ég sá þetta mjög skrítna var ég alveg svona mér langar bara í alveg að vita núna hvað pælingin bara þetta ógeðslega skrítið og það það sem ég fyndið eða þú veist who knows bara attention grabber sko já en eins og Óli sagði þá getur þú held í blóað alveg feitt upp á TikTok sko já eins og bara allir geta það þú ætti bara að fara að klippa ykkur úr þáttunum og eitthvað taka upp eitthvað nýtt eitthvað nú ég að fara að gera hérna held ég hendi inn í tilraun já einmitt við erum fara að sprengja hérna dry ice við Garrett sko rættum þessu og allir bara wow horfum á þetta eða við hendum því í pottin einhver annar gerir það bara núna ég held bara án jokes að því að nú svo langt síðan ég var að gera tilraunirnar ég held að það sé komið að því einmitt einhver bara taki við keflinu og ég held að það sé, mér finnst það meira spennandi eiginlega já það væri cool á annan vísindamann já, eða vísinda konu já, vísinda konu eins og hann kom nýr íþjóðdálur við erum hann skefin einmitt, nákvæmlega veitu, var það að gerast það? það er langt síðan já, Dýri, hann tekur gigginn og svona já, með bara ný gæi ég ætla að tala bara nýtt þeng já, nei bara nýr leikari, skilur já, ég hitt hann hann giggar en við ætlum okkur gekk mjög vel á TikTok og komast alveg í topp eitthvað í podcastinu út af TikTokinu sko ok, geggjað þannig en eins og segi, ég alltaf til ég að læra sko, ég bara svo forvitin það mér finnst það, ég bara að reyna að ná utanum þetta í mínum það er svona hættulegt sko já. ég búin að festa það inn í alltaf en ég þannig á Twitter, ég bara að skrolla sko það er ekki doomscrolling, er ekki kallað það jú, eitthvað það sem að bara vera alveg bara 16 í þetta einmitt hvað er þetta að gera með UNICEF? Heyrðu, ég sendiherra UNICEF á Íslandi núna næstu 2 árin og ég hef verið að vinna með síðustu árin bara að gera það heitir hreyfingin sem sendt í alls konar grunnskóla sem eru bara verið að kynna þú veist, við gerum eitt myndband þar sem vorum basically bara fjall stríð, hvað stríð og hvernig UNICEF að hjálpa til við að bregðast við því allan heim við vorum núna síðast sem vorum að gera var bólusetningar og UNICEF, eitt af því sem UNICEF gerir að bólusetja hvort þið og eru þess núna í því að koma bóluefni á staði bara þar sem allt í rugli og að því þau kunna þá eru vön því þannig að fekk að heita Þórólf og svona mjög hress ég hitt hann líka þið ættu að fá hann í podcastið tók þessi viðtalið fyrir löngu áður kóð kom þú vissi hvað var að fara að gerast og já, predicted sko það var svona starfskynningu já, hann er mjög næs og já, þannig ég bara er að vinna með þeim alls konar svona verkefnum að vekja athygli á hinn og þessu þannig að sem er bara mjög cool líka því það hefur aldrei verið sendiherra á Íslandi fyrir UNICEF og ég byrja uppálega með þeim út af að vera vísindamanni að því að þú veist, ég hef haldið mig við það að segja satt og rétt frá að þá heyrðu þau í mér og spurði hvort ég hefði áhuga á að vera í einu myndbandi sem einmitt varð svo að fleirum þannig að ég held að ég komin alveg 6-7 vídeo eitthvað slags þannig að það er bara mjög cool og flott samtök að vinna með og bara ég er mjög montinn að vera þarna hjá þeim Kækja, er þetta bara komið svona í lokin? Jú, eða bara svona eitthvað sem komið framfæri, logoorð með eitthvað quote wow be cool, stay in school be cool, stay in school lesi meira en reyndar, við langar að spyrja þess að með lestur að taka það já. Þú veist, þóttu þetta sé alveg ógeðslega mikið að krakka að lesa um eitthvað heldur svona, þetta sé smátt og svona að þú veist sko, það er náttúrulega sérstaklega út af tækninni, skilju já, ég meina það eru allir með síma í vasanum það sem þú getur gert hvað sem auðvitað á bókin ekki séns við hliðin á því að því bókin actually líka í símanum þannig að þú veist, ég man bara í gamla dag þegar maður átti sko, það vinum hans átti Gameboy og maður fekk hann lánaðan, þú veist svona litla leikjatölvu að þá var ég bara frá í viku skilur, var bara í herbergi að spila það að sjálfsögðu, en þetta þú veist, þetta er bara margt sem spilar saman og ég held að þurfi bara á þess að ég sé ykkur sérfræðingur, ég held við þurfum að hætta að stilla þessu upp sem þú veist, þessi versus þessi og staðan að reyna að finna einhverja leiðir til að láta þetta vinna saman að því tæknin ekki farin neitt, bókin heldur ekki farin neitt en það er bara ógeðslega mikilvægt að fólk og bæði fullorðnir og börn lesi að því að það er bara búið að sína fram á það að þú veist bæði með lestri eða það er erfiðar að ljúga þér eða þú ert vanur að lesa
af því að það bara þú lærir að þekkja munin og rétt og röngu og til dæmis eins og núna að fara að koma kosningar, það allir að fara að ljúga okkur, þannig að það rosalega mikilvægt að við getum siktað út ég veit ekki alveg hvort að þetta gengur ekki alveg upp og líka bara þegar, þú veist, falsfréttir og annað slíkt að við föttum ok, þetta skringilega orðað, skoðum þetta aðeins betur kannski þarf ég að setja smá fyrirvara á þetta áður ég deili þessu og brjálaður yfir einhverju sem kemur svo kannski í ljósa í ruglinu, þú veist, það spilar inn í líka bara að það búið, talað Potter, það búið að sína það að fólk til dæmis sem les Potter með mér samkennd og fólk sem er vant að lesa og lesum aðrar karakter og slíkt eru betri í því að setja sig í spór annara sem að eigur samkennd sem eitthvað sem við þurfum meira af, þannig að það eru alls konar svona hlutir, það ekki bara það að lesa til að lesa, það lesa til þess að við þroskum sem manneskjur og sjáum að það er til fólk sem er öðruvísi en við og hljóðbækur eru alveg jafn valið eins og venjulega bækur af því að þú veist, þegar þú hlustar þá ertu líka að fylla á orðaforðan og þú ert að gera allt þetta líka þannig að og það sem ég veist bara svo mikilvægt sem var líka slagorðið fyrir lestraráttakið lestu það sem þið langar til að lesa það ekkit leiðilega heldur en leiðileg bók sem þú þarft að lesa en þú veist, ef þú ert með eitthvað sem kveikir í þér og það er búið að skrifa bækur allt þannig að það eru til bækur áhugamálið þitt sama hversu obskjör eða nýs það þú þarf bara að finna það og þá bara, þú veist, að fara á bókasafnið, fara á Amazon fara í bókabúðinu og spyrja og leita og og einmitt skoða líka, þið fílið ykkur á höfunda þú veist, hvað eru þeir að lesa, það eru margir á þú veist, Goodreads og setja þar inn það sem þeir að lesa, það sem ég aðalega að lesa núna eru, þú veist, teiknimyndasögur það aðalega sem ég les og bara mæti einu sinni í viku allavega niður í Nexus og bara fylli á tankin og en hlusta mikið á hljóðbækur líka gegnum Audible og þú veist, út af Svörtum söndum ég búin að vera rosa mikið að hlusta á True Crime og nú ég að færa mig meira yfir aftur í Stephen Kinga því ég að reyna að komast í gírinn að skrifa og að hann kveikir í mér og ítir á mig að þú veist, skrifa þannig að þetta bara svo mikilvægt þú veist, ég ekki að segja öllum að lesa að því ég vil allir lesi bækurnar mínar, ég vil bara að fólk það ekkert verra en þú veist, ég vil að fólk bara lesi að því að þetta hjálpar okkur eins og ég segi að bæði að sjá svolítið í gegnum þú veist, ef einhver er að reyna að ljúga okkur og líka þetta með samkenndina sem svo rosalega mikilvægt að því allir eru svo fljótir að verða brjálaðir og reiðir og oft, mjög oft réttilega svo, en við þurfum líka að þú veist, í mörgum tilfellum að geta sett okkur í spór annara og hvort sem það er einmitt fólk sem þarf að hjálpa út í heimi eða hvað sem það skiljið, það bara öll tilfelli mismundi, en þetta er svo miklu starra heldur en bara þú verður að klása bók, það er svo margt sem spilar inn í finnst mér á þess að vera eitthvað sérfræðingur ég er bara eitthvað leikari bara eitthvað leikari en það minn enginn að loja mikla samkennd að lesa bækurnar Sævar nákvæmlega það stendur afturnaðum allan nákvæmlega það fyrir bara slúðsveldi ekki enda þessu á einna kótinu sem gæinn á kaffihúsinu í Japan sagði já, oh my god þetta er kortir í creepy núna það er semst ég var í Japan og þar var þeir enduðu alltaf á ég eldi hann inn sko já, fann fyrir þægilegri nervuru ég var hérna í Japan fyrir nokkrum árum og hann stað alltaf have a nice life þegar maður var búin að kaupa ég sá hann oft sko, það var alltaf have a nice life sem ég fannst gott og falleg kveðja ef við skildum ekki sjást aftur og svo í síðast skiptið var það þannig að ég vona hann hafi það gott það er bara takk hérlega fyrir að koma í podcastið okkar takk fyrir að horfa og takk fyrir að vera með mér og takk fyrir allt gott og bara bye goodbye